Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so I got mine. Velkomin strákar. Takk fyrir. Kortir í jól, landsleikjapásan búin. Ármann, það mjög langt síðan þú komst. Já. Þetta Kale og afturöldingar fótboltabúning, hvað gaman að sjá? Já, afturöldingi fótboltanum. Útför málaður. Já, passla. 270 málun hafið samband. Já. Það er góð málara. Hvað ætlarðu áttur að láta málningafyrirtækið heita? Mjúka strókur. Ég ætla að hafa planið í mörg ár og þegar ég lærði fyrir sveinsprófið þá ég merkti allt mjúka strókur. Svo fekk ég símtal frá einum svona aðila sem ég langaði að fá að þjónusta. Og hann spurði, hvað heitir fyrirtækið þitt? Ég bara gjörsamlega fraus í símanum. Ég get ekki sagt mjúka strókur. Akkur ekki? Þannig ég bullaði 270 málun í símtalinu og það bara stendur. Ég sé eftir þessu, þetta er bara ekki með búið. Það er hægt að breyta þessu, sko. Ég get sagt, eins í iðnaðanum, eins og í betanum. Já, mála og meira. Ég tók alltaf bara mjúka strókur bara hérna. Þetta tengist líka því, ég var með mjúka stróku. Mjúkur alls það? Svo er ég með mjúka stróku með penslinum og svo segir kona hans Öfundar Harðar. Já. Getur verið mjúkar. Hérna Steinar, þú ert sestur fyrir neðan Myntkaup Arena skiltið. Já, annars. Gaman að sjá þig. Bara fórstu mikið í Bitcoin nýlega líka. Heyrðu það ekki það? Jó. Það er á niðurleið, það þýðir buying market. Ég held, er þetta samt ekki farið að dippa meira? Jú, örugglega, en ég bara bæði dip. Já. Hvenær er halving næst? Manstu það? Hvernig er hvað? Næsta halving á Bitcoin. Hvað er það? Já, nei, ég man það ekki. Það er ekki svo langt í það held ég. Ég þarf eitthvað aðeins að fylgjast betur með. Já, kannski hlusta á hvað heitir það? Rafmynda podcastið hans Kjartan Ragnars. Þú hlustar á það vikulega, ekki? Vænt. Ok. Og þeir eru að tala um þetta? Já. Bara, nú var bara að kaupa. Alltaf milli heimins og jarðar. Ok. Ég er heimið rafmynda. Það er örlítið búið að vera hnýt í mig. Hvað, þú að fara eitthvað podcast og þykjast ykkur hróttalegu stuðningsmenn að Grindavíkur, mætir aldrei á leiki. Já. Og ég segi það fólk að, ég verði að hafa það í huga, ég var með besta sæti í húsinu í 10-12 ár, á endanum á bekknum. Erfitt transition að fara svo aðeins aftar. Fara upp í stúka á bekknum. Og ég með eina örsögu, bekkjasögu, slaka bara á mati, þetta er örsaga. Ég er ekkert tímabundin, þetta verður einhver 30 tíma þáttur. Við vorum að spila á móti KR í Grindavík, þetta er 2007 og ég var alls ekki búinn að játa mig sigurinn í baráttinu við aukahárin. Ég var komið með lubba, grísi, allt í gegn og ég var alls og fíbl. Það sem þetta klassíska Bjössa Kristjáns hár. Já, það var ekki boðið að fara til Tyrklands. Svo var Fannar Ólafsson að bakka Palla bróðir upp fyrir framan bekkin í okkur. Tjakkar hann 2-3 svo segir hann, Palli, ætla bróðin ekkert í klippingu það? Og húkka svo yfir hann. Palli gæti ekki tekið boltan inn, hann hló svo mikið. Ennþá hlæjandi. Já, þetta var högg fyrir sjálfstraustið að heyra þetta eftir leik, en ég gafst ekki alveg upp. Það er ekki fyrir ári eftir að vorum í keppnisferð. Þorleifur Ólafsson var að glápa á mig heila kvöldstund og ég sagði við hann, hvað er að þér? Og hann horfði bara á mig og ég geti þetta ekki lengur. Tók mig upp herbyggi og snóðaði mig. Það hef ég verið honum ævilega þakkláttur eftir það. Þetta er rosalega grindvíst, sko. Ég fór einu sinni í tvítugsafmæli eða eitthvað afmæli hjá Golta, Þorsteins Finnboga. Þar var allir grindvíkingarnir mættir. Já. Þeir eru ekkert eðlilega vondir við hvern annan. Er það svoleiðis? Þeir láta hvern annan gjörsamlega heyra það. En þú elskar það? Ég virkilega elska það. Þetta er svo stemming sem ég vil vera í, sko. Já. Við erum það nánir og við getum látið hvern annan heyra það. Hvað er svona erfiðasta bæjarfélagið til að vera í íþróttaliði í varðandi svona hluti? Varðandi svona hluti? Já, bara svona, þú veist. Það er ekki Sauðárkrókur bara alltaf, eins og við talaðum. Heldurðu það? Það er eina sem er að það er körfubolti, skilur. Nei, ég er að meina bara svona toxic, eitruð karlmennsku klefi, bara hvar er hann erfiðast? Það er ómikið útlendingum í stólunum svo að það sé í gangi. Já, ég segi það, þú veist, það er ekkert lengur, ég meina, mögulega þegar að Helgi Viggós og félagar voru að spila, skilurðu. Toxic. Það var oft helviti góð klefastnið ekki okkur í Grindavík. Já. En var helvíti gróf þegar ég var í Skallagrím. Það voru menn alveg vel gróir, sko. Hvaða meistarar voru það? Egill Egilsson. Já. Atli Aðalsteinsson. Nei, Maggi kom seinna. Já. Við vorum með helvíti gott lið, sko, en það voru nokkra helvíti ruglaðir, sko. Orri frá Lundi.
Skemmtileg típa. Góður, sko. Ég held að sko, eins og handboltinn og Selfossi klefinn. Allir handboltaklefarvinur. Þegar ég var allavega í FSU, þá var það handboltalið var alveg snældur vitlaust, sko. Já, við vorum mjög vitlausari, sko. Körfunni, þegar ég var. Já, og komst með þessa grindvísku hauka geðveiki á Selfoss. Ég, Daði Berg, Siggi Haff. Ætli þetta sé samt ekki búið að minnka. Núna, það er allir með síma. Það er bara shit sem þú gerir ekki þegar þú veist að það eru allir með síman sem Geti sé fyrir mér að káfa því fyrstöld sem er mjög góðan klefa. Já. Instagram-akkóntið er það góður. Já, ég er sammála því. Klefinn sé örugglega mjög góður, sko. Lítið mig og Tómas Steindors heyra það eftir að þeir unnu haukana. Ánægði með það, sko. Mjög ánægði með það. Svona á þetta að vera. En þetta leiðir okkur nú kannski bara inn í næsta umræðuefni. Fyrsta umræðuefni, kannski. Fyrsta umræðuefni. Eða næsta, já, þetta var svona... vil ég gera upp hennar landsleik? Það var ekki bara annar góður og hinn ömurlegur? Við þurfum ekki aðeins að fara yfir það? Við þurfum aðeins að fara yfir það. Sko, fyrstileikur alltaf var bara geggjaður, skilur við. Já. Þegar sigur, þú veist, maður getur ekki mikið sett út á það, nema kannski að Martin var ekki besta þar. Já, frábært að vinna með Martin lélegan. Já, geggjað. 11 ára geggjaður, svolítið bara til að liða herri sér. En af hverju vorum við, ég ætla nú að segjast fyrir Íslendingu þó ég sé ungverskur ríkisborgari líka, af hverju vorum við svona lélegir í seinni leiknum? Mér fannst Bretarnir bara svo ógeðslega athletic. Þeir voru bara allir 2 metrar, gátu hreyft sig, hoppa hátt. Við gátum bara ekkert skora á þá. Það lúkkaði svona eins og svona, svona G-League lið. Mér fannst þetta einmitt bara svona mjög, þeir svona litu út eins og NBA lið physically, fattar mig. Ég var bara ekki góður í körfu. Það var sem pirraði mig svo mikið fyrir að leik. Þeir voru ekkert góðir. Það voru gaurar innan sem voru að spila til stólunum daginn, sko. Ég segi það, þeir voru ekkert eitthvað svona frábæri, fannst mér. Þeir voru að fá allt og mikið af einhver svona þægilegum körfum að posta upp eitthvað gardaskillur og eitthvað svona kjaftaði. Og ná sér stöðu djúpt. Mér fannst þetta að vera versti leikur sem ég sé Tryggvar Hreiðarsson spila bara á sínu landsliðsferli. Langversti. Hann var alltaf einhvern veginn ekki á staðinum sem hann átti að vera. Voru menn ekki bara þreyttir? Jú, þeir byrjuði að afsaka sig að það er hálfleik, sko. Er ekki betra að gera þetta öfugt? Hver mætti þetta viðtalið hálfleik? Martin. Já. Mér finnst ekkert eðlilega vík. Já, þeir töluðu bara að væri orkuleysi í stúkunni og eitthvað svona út allt og... Það er bara orkuleysi í samfélaginu, samt. Já. Það er bara öllum kalt og dimmt og allir veikir. En við erum vön. Og bara svona, ég veit það, en menn eru bara svona, þú veist, já, þetta er bara Ísland 200. árið í röð og það er ekkert að fara að breytast. Nei. Það kemur alltaf öllum á óvart einhvern veginn að desember sé bara svona, bara úrslega mikil veikindi og... Martin er alltaf bara búinn að vera í Þýskalandi, lifa ljúfulífinu sínu, skilur, og Spáni og eitthvað. Frost í Þýskalandi akkurat núna, sko. Hann er ekki á suður Spáni, sko. Já, hann var þar. Ekki lengur. Nei, þú veist þar, já. Það er örugglega frost í Valencia núna líka, sko. Nei. Ok. En það sem ég ætlaði að segja er að þegar þetta hefur verið sem sagt öfugt að við mætum verra liðinu og heimavelli fyrst vinnum hann og svo fer Ísland í svona seinnileikin út sem er kannski svona íslensku geðveikina. Já, svona má tapast, fattaru. Já, engu tapa, já, og svona bara eitthvað Kitty Páls þannig tók svona Ítalíuleik, lét bara eitthvað vaða og svona. Þetta var öfugt. Það munaði alveg að Kitta í þessum... Já, Orri hefði þurft að hitt úr skotunum sem hann var að fá í fyrráleik til þess að... Halda okkur inn í svona meira. En svo Ísland hafi gefið allt sem það átti í sigurinn úti. Já. Skilurðu, og tekið hennan geggjaða sigur. Já. Mætt svo heim og bara eitthvað svona... Við erum bara búnir á því, sko. Þetta er allt svona, huglega pælingar, en bara sem ég taktislega að sé, sem leik með Tryggvi alltaf einhvern veginn vera seinna hjálpa. Þannig að hann náði ekki að trufla skotið og svo náði hann kannski ekki þá frákastunni í kjölfarið af því að hann var komin út úr stöðu einhvern veginn og var svona seinni í það. Það var alltaf einhvern veginn í bulli og sama sóknarlega að þeir voru að falla ógeðslega mikið af veikurliðinu inn til að stoppa sendingunar á hann á rúllinu í pikkarúllunum. Með alltaf galopið á hann að veikurliðinu fyrir skyttur. Þeir voru aldrei að gefa hann að viti og þegar þeir gáðu hann þá hittu þeir ekki, skilur. Þetta var bara... Þú veist hann góður þessi leftarinn hjá þeim. Já, hann var eiginlega eini sem fannst góður í þessu liði. Hvað liði er hann? Ég veit ekki hvað hann er. Hvað heit hann? Ellis? Já, hann var eini sem ég fannst ekki góður. Það var gæjar með 20 okkar stig, mér finnst hann ekkert góður. Hann var bara svona samba build. Já, ég er sammálaður. Hann gæti bara poppað til Keflavík í næstu viku eða eitthvað. Já, og bara verið með 18 stig leik, 17 stig leik eða eitthvað kannski og bara allt í lagi. En sko,
Já. Ekki, þú veist, sýnir þetta samt ekki hvað Tryggvi þú veist, bara svona ótrúlega einmannað eitthvað eini teg í þessu blessa landslið, þú veist. Jú. Það ekki svona hægt að kippa honum út af og bara svona... Ég myndi að fór að ganga þegar hann hélt hann út af hann í fjórðarleik. Það var allt í einu náður að hlaupa hans á það og Styrmir var alveg fínt, skilur hann á. Mér leiði eins og það væri samt bara svona ármann kvenna áhlaupið á móti KR í gær, sko. Já, sem var ofbeldi. Söksuðu bara 20 stig niður í 8 og svo bara tapaði með 12. Á svona 3 mínútum og tapaði bettinu mínu, en það er annar mál. Já. En þú veist hvað ég meina maður, það var ekkert raunverulegt áhlaup, fattar þú? Það var alveg séns. Það er alltaf séns. Þegar það var 7 stig og Jónas fyrir þristin með 1,5 eftir. Mér finnst bara svo, Já, en þú veist, það er ekki eins og Það er minnkað í 4 eða Ísland 3 leysti samt ekki neitt, það bara kom áhlaup, fattar þú? ég fekk svona tilfinninguna sóknarleikurinn hjá Íslandi, minnir mig stundum á ÍR, ef Elvar fær pikk Elvar Falkó. og það gerist ekkert, hann dribblar aftur út Já, og þá er sóknin orðin svo slæm. já, Ekki að þú veist, gefur hann kantinn og það er ekki skotmaður, fær hann aftur, kallar aftur og tryggva í pikk, þetta er orðið svo erfitt allt. það er bara ótrúlegt samt, sko, hvað Ísland þú veist, það er svo, hvað þið geta verið góðir og svo hvað þið geta verið ömulegir, sko. Þú veist, botnin er svo ógeðslega, Við erum ekki með það marga topp 10 leikmenn, skilur við. Nei, Við ég erum veit með 3 í raun, Tryggva, Martin, Elvar. já, Svo eru næstu gaurar alveg góðir, skilur við, en þeir eru ekki að fara að bera eitthvað lið, fattar við? nei, Ekki landslið. ég veit. Martin er svolítið ofta að fara eitthvað svona 1 og 1 stöðu sem er ekkert opið, þá lúkkar þetta svo illa fyrir Martin. Já. Já, hann er líka bara ekki Turnover og svona, já. Hann er bara vont Hvað ár. ætlar, en Já. þú veist, hvað ætlar íslenska landsliðið að gera þegar Tryggvi, þú veist, segir, heyrðu, ég ætla að spila hérna 3 ári viðbót hérna á Spáni, en þú veist, ég er bara orðið smá illt í baki. Þá erum við bara í djúpu skít. Þú veist, hver ætlar að vera, þú veist, Næsti stóri, bara næstu 200 ár. Er ekki King, Friðrik Leo Curtis á Og leiðinni? Almar. Þeir eru þrýstu. Ég hef enga trú á Almari, því miður. Ekkert frekar. Það er ekki annar svona, Þannig að gæinn úr Njarðvík, þarna Heimir, hann er líka svona skinny. Friðrik Leo Curtis er alltaf líklegur. Hann er bara ekki 5 samt. stór. Hann er langur. Hann er stór, en hann er ekki svo Tryggvi, ekki svona sterkur, skilur Nei. við. Hann er ekki með þess að Hlyn Bærings sveitastyrk. Nei. Hvað, hérna, þú veist, eitthvað annað í þessu eða? Nei, ég ætla að segja bara, Nú lag ekki bara tapið heima út, góða sigur núti og Jú, bara allir í riðlinum 1 sigur og áfram gakk. jú, Ítalir unnu hérna Litáin. Litóen. Þannig að það er allt bara í átnum. Svo eftir að ekki tekið Ítalina, ég horfði á þetta. Ég segi þeir eru ekki að fara 0-2 út úr þessu glugg. Nei, og Litóen með, þú veist, bara mjög mikið backup-lið, sko. Já, og Ítalið er með betra mannskapslega svona toppa. Já, þegar það vantar svona marga. Já, þeir eru með betri svona, bestu gaurarnir þeirra eru betri en bestu gaurarnir í Litáin hana. Já. Það sem, að litla sem ég þekki að því, þá veit ég að þeir eru betri. Í stærri liðin, þar að segja. En hérna, hvað, svo er, sem sagt, fyrsta deildin, ef við skiptum umræðefni, bara lokum landsliðinu hér. Landsliðið var í búið Club Mate. Hérna, fyrsta deildin er á morgun, ekki satt? jú, Og svo er föstudagur, laugadagur, sunnudagur með þessu leikur. Þetta er Stórleikurinn, stjarnan sunnudaginn. Grindavík á sunnudagskvöldi. Byrjum bara rétt aðeins á fyrstu deildinni sem er á morgun. Óvænt úrslit þegar þínum menn töpuðu í Vesturbænum Já, síðasta föstudag. Og það er strax stórleikur á morgun. Það er The Great First Division Rivalry. Haukur Höttur. já. Haukar Höttur. Ætlarðu að mæta? Ég kemst ekki. Hvað það gera? Fylleri. 50 bjór. Já, bara frá 2 til miðnættisvinnur. Hvað er það slökkviliðsmenn að fá sér? Já, vinnur. Þetta árlega. Já. Shit. Jólagleði. Hvernig heldur það farið? Bara því þínu heimahaga, Suðurlandið. Já, næs. Gistipartí. Nei, bara stór úta og aldrei vekja mig. En já, til og með eitthvað sem við kemur hverjubólta. Sko, í fyrsta lagi, hvernig, úst, bara 2 dögum fyrir þennan leik, þá vorum við hérna Tommi, Raunar og ég Já. að hampa Haukaliðinu. Sem er ekkert rámt, þó þeir hafa tapað þessu leik. Nei, en ég meina, þú veist, ég er svona alveg í bandi við suma þetta ennþá. Hitti aðstoðarþjálfarinn alltaf í vörklass þegar ég fer út á Nesið til Kjela. dæmis. Já. Já, kóngurinn. Ég meina, menn, þú veist, voru bara komnir í það að, þú veist, það séu allir bara frekar slappir í kringum þá. Þú veist, Höttur ekki að fungera einhvern veginn, Sindri er að merja lið og eitthvað svona. Það er líka rétt. Og menn voru svona komnir í það að, þú veist, Haukar séu bara að fara beintu upp. En þá Erum bara við þar ennþá, eða? mjög líklegt, skilur. Ok. Finnst þér ólíklegt eða?
Nei, en svona ef að stuðlinn var kannski 1,4 þá var hann komin 2. Kannski Já, ég myndi segja svona end of favorites, fattar Ég myndi 1,9 skilur, já, 1,8, 1,9. Svona aðeins undir 50-50. Mér finnst bara svo áhugaverðir, mér finnst núna að vera áhugaverðir leiki framundan í fyrstu deild og Já. mjög leiðilegt að ég kemst ekki á leikinn á morgun því að ég þarf að vera heima. Á morgun er Haukar Höttur, svo held ég að vikunum þar á eftir er þú veist, Sindri Höttur er framundan, þú veist, Haukar Sindri er framundan, það eru svona, skattarnir eru búin að vera góðir upp á síðkastið. Já, en þeir eru samt ekki að vera í þessari baráttu. Þeir eru ekki farið yfir baráttunum að komast upp, en þeir samt geta unnið öll þessi lið, Já. skilur við. Já. Og ef þú hefur spurt mig fyrir viku, getur KVF unnið þessi lið? Já. Ég hef sagt nei, Af hverju? af því að þeir eru búin að vera Þeir ömurlegir. unnu í fyrra, unnu er Já, Sindra, já. þeir unnu Ía, þeir unnu þessi toppliði fyrra líka, áttu 1-1 leik svona föstudagskvöld, átó í svona ís. En þeir hafa ekkert verið í The því peripheral vision. En þeir hafa ekki verið í því núna þetta sísón. Þeir vanta... Þeir eru búin að vera inn í öllu leikjum þetta sísón. Þú er ekki klár. Nei. Hvað erum við búin að tapa mörgum bettum þar sem við erum plus 12 KVF Nei, og allir eru bara eitthvað, já, enn eina ferðina 18 stigum undir. Plus 7 KF, það er jafn leikur og þeir tapa með 10 skilur af því að kemur rönn á síðustu mínútunni að þeir gefast þig. Ok. Þeir voru inn í öllu leikjum allir fram að síðustu mínútunni. Hvað er Börski búinn að spila marga leiki? 2. Hvernig hefur hann verið? Er ekki eitt bara? Hann var nú ekki góður í fyrsta leiknum allana. En við vitum alveg að hann er fýtt, skilur. Já. Og hann mun alltaf Hann er bara mjög stand góður. og allt það, skilur. Já, hann var góður í úrvasteild, sko. Ég held að þeir séu sko með því að bæta honum við. Þú veist, mér finnst svona... Það er bara liðið sem að vinnur á morgun er favorites. Er það ekki bara? Bara Höttur er búin svo svakalega lillir. Það er alltaf, vissulega voru ekki með... Ég veit að en ef Höttur vinnur í Hafnarfirði á morgun, Já, það er þá orðin. eru þeir komnir með, sem sagt, þá eru komnir með innbyrðis líka. Já, Eiga já, svo já. heimaleikin eftir þegar það fyrir að vora. Þú veist, Pétur elskar að vinna við þar, sko. já, Bara í haustum á mér, ég hef ekki búin að YouTube þetta, nei, googla þetta neitt. nei. En í haustum á mér, þá er Pétur með svona 75% vinningshlutfall á móti Viðari. Er Haukar að spila sama rönnengun og Keflavík gerði undir stjórn Péturs eða? Er það búin að finna eitthvað svona Þeir miklu? eru búin að vera það, að gera það, sko. Já, bara... Já, ég er búin að fara á alveg nokkra leiki, ekki beint eins, en alveg... Smá millivöfur. Já, hann er með svona nýjar varnaráherslur og eitthvað svona dót sem hann er að testa. Þessi leikur, eru þið með streymi? Veistu það? Haukar? Er leikurinn sýndur á morgun? Ekki hugmyndu það. Jú, Það er endar United West Ham aldrei veik. KKÍ sýnir alltaf leiki á gegnum live eða ekki. Það veit ég ekki, það er alltaf verið að segja mér eitthvað svona hluti. Þetta hef ég aldrei heyrt. Jú, KK sýnir alla fyrstuleiki, KKÍ. Hvar? Bara eitthvað með eitthvað svona síðu, ég er ekki búin að prófa að horfa á það einu sinni. Ok. Ég mæti bara leiki. Það er ekki sendið mér linkinu vinnur. Ég skal bara finna það fyrir það eftir. Hvernig heldur að línan verði í þennan leik? Uh, Er ekki svona -8 Haukar eða? -6 Haukar? 6-5. Það er að taka það? Nei, Það er að taka plúsin? nei, bara snert ekki. Not a gambler, just a loser. Ég er svona in-play maður. Einmitt, þú er einhvers staðar í slökkviliðspartí. Einmitt í símanum eitthvað að skoða stuðla. Já, það er mjög hættuleg staður að vera á. Hérna, er eitthvað meira áhugavert í fyrstdeildinni? Í raun ekki, sko. Sindri voru loksins. Ok, ég veit að það var á móti Fylki, en þú veist, þeir sem voru góðir. Já, Þeir tóku loksins svona verra lið í deildinni og bara slátruðu þeim. já. Jú, ég bara, þú veist, maður er það að taka marka á svona leikskilur. Nei. Fattar þú, Fylki er búin að tapa það mörgum leikjum með 30, þó þeir hafa unnið einn leik þarna á móti hinu lilla liðinu. Hamri á útivelli. Hamri, móti Daðaberg, vinnu mínum, Já, með nýjan kana. hann var ekki kominn. Um pinningu. Já, Fylkirskani, já. Fylkiskani var, já. Hamar er ju ennþá kanalausir. Já. Heyrðu, ég ætla að biðja ykkur, ég var með heimavinnu fyrir ykkur og hérna, við ætlum bara að henda okkur í það. Ég baði ykkur að setja saman lið í úrvalsdeild sem er að fara að keppa á næsta sísoni. Þar sem þið eru með svona þessa típisku íslensku uppskrift, mínus kannski einn Evrópumar, ég veit það ekki. Ég er svona með einn Matti Dalma í liðinu minni. Já. Eitt sem er 50-50 veðabrif. Þið eru sem sagt með einn kana, 2 Evrópumenn, 2 Íslendinga og einn 7. mann úr fyrstu deild. Steinar, þú mátt, nei, byrjum á þér manni, Steinar er búinn að tala núna mikið um fyrstu deildina, þannig að við ætlum að byrja á þér áður en þú sofnar. Úr leiðendum yfir umræðum um fyrstu deild, Grindvíkingar nennið náttúrulega ekkert að fylgjast með fyrstu deildinni. Nei. Fyrir Ég satt neðan að ykkar spila með virðingu. öllum liðumann held ég.
Ég hugsa það. Er það ekki bara ástæðan fyrir að þú berð ekki virðingu fyrir fyrstu deild? Jó. Þú ert búin að spila með það. Já, Þú varst líka skagana. já, ég gæti verið með 60 stöð með þetta leik og ég hefði ekki einu sinni. Já, þannig að hérna, nú færð þú að tala og þú ætlar að kynna fyrir okkur liði sem að þú setti saman. Ég vil líka fá rökstunning baka hvert val. Já, ég er með Falcá í point, Hann kanniðinn. hann er kanni minn. Já. Ég er með Kára í tvistinu, Kane þristur, Óli Óla fjarki, Goiko Sumsum 5. Sjötti maður. Ég varð að gefa Sigvalda. Ég fór að skoða bara stati hans í gær og hann er nýbúinn að setja hann á 28 stig síðasta leik. Hann er búin að vera með 30 stig held ég 4 leiki í röð. Já, ég sagði hann á skilið að poppa inn og bekkja mér. Gaman að sjá hann vera svolítið að koma tilbaka. Já. Eftir að Mati brautan hann í Haugum. Já, Mati eða bara hann sjálfur, sko. Ég veit ekki. Já. Ég meina Sigvaldi hefur bara frá því hann hefur verið 15, 16, 17 ára þarna í Fjölni og Venslasamning. Þú veist, þessi gæi hefur alltaf getað skorað á þessu leveli hann kortir í svindlkall, sko. Já. Það verður gaman, vonandi sér maður hann á næstu árum spila aftur í úrvalsdeild og það er enginn að biðja hann að vera með 25 stig með þetta leik. Nei, hann var líka Þú getur verið með 12. Hann var í þessum höfuðmeiðslum og alls konar. Mér finnst sko miklu skemmtilega að sjá daginn sko að hann var góður á móti Hetti, sko. Já, móti góður liði. Ég er alltaf að pæla í því með þessa blessuðu fyrstu deild. Hvað gerur á móti Góður liðunum. þessum topp 3? Hvað gerur á móti Haugum, Hetti? Af því hann var umulegur á móti Haugum í fyrsta leik. Já, já. Ok, frípassi fyrsti leikur. Með 27 eða eitthvað. Já, en þú veist, ef þú ert í Fjölni, skiptir bara máli hvað gerur á móti Sindra, Hetti, Haugum. Sammála. Og hann var líka góður á móti Sindra útivelli. Já. Þannig að það er svona, Hann áskilja mér finnst það að telja miklu meira, sko. Hver þjálfar liðið þitt? Jóhann Þór, Að sjálfsögðu. hann á og Helgi með honum. Já, Ég er svona þriði coach já. og liðstjóri. Og áhorfendur eru grindjánar. Ég Það var, spilaði í Grindavík. ég var að spá ég að henda Shabazz í pointinn staðan fyrir Falcá hann á að skilja en ég sagði ég get ekki verið með 3 grindvíkinga. Þú veist, ég hefði alveg getað þetta í mitt lið en Falcó samt myndi fungera. Þarna er hann í liði sem að hann dræfar, hendur hann út, Já. þarna skjóta menn. Heyrðu. Þarna hendur hann ekki á einhvern sem getur ekki skotið og fæ boltan aftur og það er aftur að fá dræf. Ég er með einu spurningu. Bara þú ert hérna Ingibergur formaður. Ert bara núna að drekka bollaninn í íþróttahúsinu og íringar faxa til þín tilboði. Myndirðu taka þig? Falcó fyrir Shabazz? Nei, sko ég er Þú bara, eða bara já og nei? Ég er brendur af einu. Ég Ok. spilaði eins og með Grindavíkurliði, ég var bara gutti. Við vorum með Darri Lewis Kana og svo vorum við annan kanna sem Dan Trammell. Við vorum 11-0 fyrir jól. Við rákum Dan Trammell og það fór allt í skrúuna. Þú er rekar 11-0. Af því að það var annar, hann var ekkert, þetta var bara, hann var perfect, við vorum með ógeðslega gott lið. Hann var bara sókna fráköst, spila vörn. Já. En það var annar leikmaður sem var laus, Friðrik Ingi ætlaði að stökkva hann og hann hætti svo við að koma. Já. Hann búið að reka Trammell og það fór allt í skrúna hjá okkur. Þannig ég er svolítið litur af þessu. Ég myndi aldrei fara að rugga þessu neitt, sko. Líka að Shabazz er búin að frábæri Þú tækir þið ekki. Nei, tæki ég ekki. Ég tæki því. Þú tækir þið en samt sem áður ert þú með Shabazz sem pointgæti þínu liði. Já, En ég fór að hugsa bara betra fitt. með fjarka minn, það var svona, ætti ég að vera með Óla, svo ég sagði, hver er líka Eikoks, Já. fór að hugsa, ég komst að niður, mér finnst bara Óla bara miljón sem betur leikmann til Kristofur Eikoks. Ég meina, þú gæti náttúrulega Já, svolítið að teki bara, þú gæti verið með Orra Gunn og DeAndre Kane í þrist fjarka, sko. Sko, ég ætla ekki að vera leiðilegur, jú, ég ætla að vera leiðilegur. Ef ég væri að spila með Óra Gunn, ég myndi hata að spila með honum og opposite kanti við hann. Já, já. Hann er bara mesta Skil það. svartól sem ég veit um og ég nenni ekki svona, Ég Ok. skil. þannig að hann fyrir ekki í mitt lið. Ég hugsaði þetta Ok. líka mikið að taka hann einmitt. Af því að þegar þú sendir á mig að ég mætti ekki vera að taka svona góðra, Já. þá ætlaði ég að taka hann. Segðu bara liðið þitt. Sýnum það bara skjá. Ég er með Shabazz í pointguardinn, með Kára Jónsi, Kára Jóns. Þeir splittu svo svona milli sín. Svo er ég með í... Stopp. Hvor finnst þið betri tvenna? Við erum báðið með Kára. Já. Kári og Shabazz eða Kári og Falcó. Hvor finnst þið meira sexy? Ég er bara mjög lit. Já, þú meinar. Bara þetta er bæði sexy.
Halda áfram, sorry. Ég held ég sé bara sammála því sem þú varst að segja með Falkó sko í upphafi þáttar, eða off the record meira að segja. Það bara svona, þannig farin að dribbla bara of mikið sko. Já, þess vegna. Og ég held að sé samt bara hluta til líka að því hann alltaf að treysta liðsfélagunum minna og minna sko. Sem ég skil líka. Að því að þeir eru alltaf að skjóta verr og fokka. Þess vegna tók ég hann ekki sko. Því Þannig að þú veist, nýlega það sem ég sé að Falkó Já. að náttúrulega þeir eru ekki að vinna leiki og hann bara í vesinni, skilur. Akkurat í dag göndum að ég myndi taka Shabazz. Já, en í fyrra hefði ég öll tekið Falkó. Í sumar þá hefði ég frekar tekið Falkó. Já, ég líka. Þess vegna tók ég Shabazz núna, Já. bara því hann er búinn að vera bara betri á þessu tíma. Já, hann er búinn að vera frábær. Og við hans líka Kári var geggjað þegar hann var með hérna sem kom úr krossbandinu í fyrra, þegar hann var heill munið eftir því. Já. Þá var hann bara besti kannin dildinni, að mínum að allan þá, með Remi Martin, þegar hann var, hvað hét hann aftur? Kaninn í Haugum, nei hérna í Val. Kom aftur til Það þeirra. var mjög langt frá því að vera eitthvað besti kaninn til. Ekki fyrra. Hann var þar auðvitað. Já, þegar hann meiddist, já, hann var mjög góður, ég man ekki Hann hvað og Remi Martin voru bara upp þegar ég að vera tveir bestu í dildinni. Já. Að mínum að þá, svo meiddist hann á krossbandinu. Allavega. Mér finnst Kári geggjað þegar hann var með þannig gæja með sér liði sem var skoraði, svona skilíkunni finnur getur ekki valið bara góðan kanabönkar með þeim. Sko. Ræðum Kísson Bútsa eftir. Já. Þannig að ég er með þá tvo saman. Svo er ég með Taiwo Badmus í þristinum hana á vængnum. Ég var aftur að hugsa milli Kane, Badmus. Þannig að þetta er bara... Ég get ekki valið emotional lesbian í liðið mitt. Sko. Herru, Kane upp á sitt besta er bara... Emotional lesbian. Já. Annar hefur unnið, hinn ekki. Já, það er... Já, bara halda fram. Kane er flottur leikmaður. Kane er bara eitt besti leikmaður sem er komingað. Já. Og líka reynda Badmus. Ég er ekki ósammála því. Ég bara get ekki höndlað svona gæja sem eru svona svakalega inn í tilfinningunum. Hvað kallar hann á hann? Emotional lesbian. Þetta er ekki fallega sagt. Hvað er það á íslensku? Svona kona með blátt hár og aktivisti. Já. Svona reiði yfir öllu. Hann spila stundum samt alveg þannig. Ég skilja það hvað hann kemur. Já, hann er svona smá svona hryðjuverkamaður, skilur við. Hann er svona alltaf að mótmæla einhverju inn á. Já, bara eitthvað. Það er bara eitthvað að. Já. Bara eins og sagan sem að var í góða pokkstund daginn. Það reykti einhvern grindingan stöðningsmann upp í stúku. Já. Það var mjög svona lýsandi fyrir hann. Einmitt. Don't be shouting my name. Já. Hann er tæpur. Já, hann er betri í körfubolta en Badmus samt en halda áfram. Já, þú veist, þið veitir hvað ég meina, skilur. Ég er bara nenni ekki að díla þennan karakter. Já. Bara ég persónulega. Þú ert samt ekki þjálfarinn að halda áfram. Ég veit að, skilur, ég er bara svona mitt lið. Já. Ég er Ingibergur. Þú ert Ingibergur, já. Og hérna, í fjarkanum er ég með Jakub Rodnik. Já. Íslenski slóvenin, Knái. Íslenski slóvenin Knái. Mér finnst það bara voru að gegja þér með Keflavík. Hann er búinn að vera frábær. Já. Hann getur svona bæði poppað út og verið svona aðeins að þjastnast. Postaði minni gæja, tekið stærri ykkur aðeins utan og sett hann. Og í fimmunu er ég með þann harða Drongilos. Ok. Mér finnst þetta bara góð samsýning á liði. Þú er 2 úr Tindastól. Ég er með hörku, ég er með hraða, ég er með skor. Hver þjálfar liðið? Svo er mér 7. mann að berjast að bekknum Gísli Hals. Já, Gísli Hals, úr Frystikistunni á Höfn. Já, af því að Free him. þó hann hafi ekki verið upp þessu besta þetta tímabil, hann var hann með 18 stiga meðaltaleiki fyrra í fyrstu deildinni. Frábæri fyrra. Og hann var actually bara góður með hetti í úrvarsdeild. Já, og góður með hetti í úrvarsdeild, skilur. Og hann bara gæði sig getið spila úrvarsdeild, sýnt það. Hvað hver er að þjálfa? Þannig að þjálfa deildinni eða akkurat núna? Nei, ég má... Ívar Ásgrímsson þjálfa liðið mitt. Og er Pétur Ingvars aðstoðarþjálfari? Já. Og ert þú 3. þjálfari? Ég er Ingibergur. Já, næs. Herðu, já, þetta er bara áhugavert hjá ykkur strákunum. Þið eru báðir með Kára, annars bara ekki neitt það sama. Nei. Ég ætla að setja... Það bæði góð lið, myndi ég segja. Ég er spæðið að setja liðin ykkar beggja inn á Instagram síðu Run and Gun sem enginn er að followa ennþá. Ég veist ekki að það væri til. Ekki heldur. Nei, ég þarf að fara að nota hana, skilur. Já. Það er alltaf að vera með liðin ykkar 2 og láta fólk svona velja. Hvort myndi vinna. Og sá sem að tapar þarf að drekka ógeðistrykk í næsta þætti. Hann með Brodnik í fjarkanum. Oftast ég er ekkert mikið að spá í honum. En þegar Grindavík er að spila um þetta Keflavík, þá langar mig til að brjóta sjónvarpið þegar Jakub Rodnik er að spila. Ég þola hann ekki. Ég elska hann, sko. Hann er alltaf vælandi yfir öllu, hann er alltaf hissa á öllum dómum. Svo er hann fyrsti maður til henda Olbo og svona. Já, en hann er dirty. Ég þola hann ekki, sko. Ég minnst það nefnilega gott, af því hann er smá dirty, sko. Já, ekki þegar hann er í Keflavík, þá svona... Já, ég skil punktið. Mér finnst hann alltaf bara svo lélegur bara þegar eitthvað skiptir einhverju fokkin máli, sko. Bara þegar hann var hérna í Tindastól á sínum tíma, þegar hann var í Keflavík að spila móti Tindastól
kýldi einhvern í andliti, kýldi Keeson Woods í andliti munið. Ég skildi það bara mjög vel líka. Þú veist, það er bara svona, það er eitt að vera dirty og það er annað að vera bara Missa hausinn. tapsar og missa hausin yfir því og geta ekki bakkað neitt upp, sko. En stundum það bara að gera eitthvað til að eitthvað gerist. Var eins og í fyrra þegar Keflavík voru bara hræðilegir. En hvar var hann í fyrra? Fjarverandi. Ég meina, hann var bara... Var það ekki skapstu leikmaður Jú, fyrir já. það? Jú, hann er bara svo... Var hann ekki langbestur í þeim Hann er fyrir bara það? svo lítill þegar illa gengur einhvern veginn. Hann er bara svona farþegi. Ég ætla ekki að bara, hann setur liðið mitt að því hann er að vera bestur, sko. Hann er Nei, góður sem farþegi. Ég er ekki að ræða það hann sé í liðinu. Ég er að ræða það að mannið þóla hann ekki. Já. Ég er svona að taka... Það er svona sambland af því að hann er óþolandi og hann er í Já. Keflavík sem að ég spá ekkert í þessu þegar hann er að spila á móti Njarðvík og þá er svona, já, Jaka stendur sér vel. Svo þegar hann er að spila á móti Grindavík og gera mig alveg geðveikan, sko. Var það ekki kostur? Jú, hjá þú liðinu sínu. myndir alveg vilja hafa hann í liðinu, Jú. skilur. Ég segi það ekki. Hann er líka bara svona... Þetta er bara svo svipað eins og Kane fyrir töðunar og Steinari. Já. Jaka Brodnik er náttúrulega bara svona brot af hinum, sko. Já, En hinn getur meira það, sko, Kane sem tekur þessi dramatísku væl sín, en svo skora hann kannski 10 stig í röð og pakkar besta sóknarmanninn með hinliðinu saman fattur og urðar yfir hann. Á meðan Jaka Brodnik kastar einum olbúa og svo bara brikkar hann 2 skotum og er tekinn út af, skilur. Stundum, já. Æ, veist hvað ég meina? Já, stundum. Hann er ekki, þú leitar ekki bara eitthvað á hann þegar hann er í reiðiskastinu sinni eins og menn gera með Kane. Nei. Kane er oft bestur þegar hann Er reiður, dettur í dramakasti sitt, sko. Svona alveg upp á þessu marki. já. Já, auðvitað. Já. En ég ætla samt bara við það oft verið að tala bara svona mesta pressa á hvaða þjálfara og þú veist, Jóhann er þar einhvers staðar á einhverjum lista og veist, hjá okkur og öðrum líka og svo bara þú veist á hvaða lið er mesta pressa, þú veist, eitthvað Grindavík, Tindastóll og eitthvað svona Stjarnan. Ég segi bara svona á hvaða leikmann er mesta pressan bara til að taka titil í vetur. Þú veist, það er bara DeAndre Kane. Já. Já, í raun, sko. Þú veist, þú ert einu sinni búin að komast í undanúrslit, einu sinni tapaðir í 8 leik á móti Val. vel meðslarhrjáðu valsliði at that point. Bara svona, ef að liðið vinnur ekki núna, þú veist, það er bara komið tími á að taka titil eða þú segist. Já, Kane er ekkert að vera yngri, sko, þú veist. Nei. Nei, meina, það vantar það fæstir. ekkert púsl. Það vantar ekkert púsl. Ef að hann sæti þarna á móti mér, púslaði saman draumascenaríu í kringu þig. Skilur, íslenskur veteran, geggjaður, unguleikmaður. Já. Draumur sem næri að væri alltaf að hafa 1 landsliðsmann í viðbótana, sko. Já, eða 3 skilur auðvitað. Já, þessi viðbótan alltaf 1. Flest lið sem hafa verið góð síðustu ári eru vanlega með 2, einhvern veginn. Já, Eða ekki? veit það ekki, er ekki bara Sigtryggur Arnar einhvern veginn í stólunum, er einhver annar æðislegur íslenskur leikmaður í Pétur stólunum. bara landsliðinu fyrir 2 árum eða? Jú, Óli var í landsliðinu fyrir 2 árum, skilur. Ég sé að ég til Óla sem landsliðsmann innan gæsalappa. Já, ég myndi samt bara segja 1. Það er ekkert eitthvað fleiri Tindastól en 1 landsliðsmaður. Nei, ok. Er það? Í dag? Já. Nei, ekki í dag. Eða bara í fyrra þegar þeir eru alltaf favorites, þeir eru bara með 1 landsliðsmann, fattur þú? Hefði ég verið síðasta með þetta landslið, Já. hefði ég verið Craig Peterson, Viðar, hvað heitir hann aftur, stólalegmaður sem fór í landsliðið, Ragnar Ágústsson. Ragnar Ágústsson, hann var valinn, spilaði ekkert, Nei. það er ekkert það góð, ég er frekar örugglega bara kift Arnórin, ég verið leiftónur og 12 maður frekar. Hilmar Pétursvinur. Nei, þú veist, ef hann er, ég hafa reyndar Hilmar en ég er frekar tekið Arnórin heldur en, Á hverju var Ragnar Ágústsson tekinn inn? Er það til þess að sé einhver fjarkið þarna bara upp á 5 á 5 æfingum? þetta aldrei er verið að sofa í potið systur. æfingahugsun, sko. Það er mín kenning og ég ætla að standa við hana. Þetta hlýtur bara að vera það að þeir eru varnarlega að reyna að finna eitthvað sem að make sense á einhverjum æfingum, er það ekki? Nei, ég standi minna kenningu. Hvað þetta sé bara greiði við konuna hjá Balla, eða? Ég hef bara verið einhver matabóði og hún Baldur að taka brósa með í landsliðinu sinni. Já. Ég skil ekki öðruvísi valið, skilur. Það meikar engan sens. Jú, hann búin að eiga eitthvað góða leiki en það er bara fullt af öðrum gaurum sem þú getur bara valið. Sko, Og KK er ekki að fljúa okkur gaurum heim eins og Almari eða Friðrikli og eitthvað svona gæjum. okkur ekki sant. Bara KK gera það ekki, hafa aldrei gert það. Hvað meinar það að vera að fljúa hérna öðrum hverjum dómara og eftirlitsdómara út allan fokkin heim? Já, það skil ég ekki Ég að ætla gera að það vona að ekki. þetta stoppi nú ekki á því að þeir get ekki flogið Curtis. Já, heim. kannski vilja þeir ekki vera Það hlýtur þá að vera skólinn ekki að leyfa það eða eitthvað svoleiðis. Gæti verið, mögulega.
Menn með að senda mér skilaboð Ég skil ekki á hverju Jaka Brodnik fer ekki frekar, bara betri og bara mjög líklegri að nothæður þarna. Ég skil ekki á hverju Hilmar Péturs ekki þarna. Ég skil ekki af hverju Frank Booker. Frank Booker sé ekki þarna. Það er tvennt sem ég skil ekki. Frank Booker á þetta alltaf vera framfyrir hann sko. Við heitum ekki skotir þannig að þryggjastælínu sem leik sko. Það er svona tveir möguleikar sem þú getur gert. Annað er bara að velja bara gauðra sem að hafa, þú veist, verið að spila þannig að þú verðlaunar þeim, fattar þú? Það er bara svona Frank Booker núna, skilur þú? Það er bara svona, hver eru búin að standa sér best? Það eru 11-12 maður, skilur þú? Við erum bara að reyna að vinna næsta leik, hver getur hjálpa liðinu mest? Er það ekki það? Jú. Það er svona Það er punktur. Það er svona punktur í þessu. Þá veljum við þessa sem þú ert að segja. Hinn er sko, eitthvað svona, mér vantar 10., 11., 12. mann sem kannski ekkert eitthvað að fara að spila mikið eða ekki neitt. Við viljum taka inn í hópinn og klippa til og eitthvað. Og þá byrjar við einhvern veginn að undirbúa framtíðina, skilur við. Já, og þá er að fljúga hversu görum heim ef það mögulega væri séns á því. Já, en þú veist, ef þú getur ekki flóið þeim heim. Og þá er líka Arnór í myndinni mögulega. Já, en þú veist, Hilmar Péturs er líka, þú veist, vonandi einn daginn fær landsleik, skilur við, eða eitthvað. Siggi náttúrulega búinn að vera meiddur og ekki spila nógu vel, en hann er samt líka yfir verið svona nálægt þessu og eitthvað. En þú veist, að taka miðaldra 188 cm leikmann sem er ekki búinn að spila þannig, þú veist, hann er búinn að vera fít, skilur við. Já, bara fít með sig síðustu ár, skilur við. Já, ég skil ekki hver rökin eru, sko. Nei, ekki heldur. Þess vegna finnst mér bara eina líklega skýringin að það bara er gott matabóð og... Ég held að það hafi bara verið bara Craig, matabóðið var meira bara þjálfarateymið, sko. Heldur þú að Craig eitthvað þátt í þessu valið eða? Nei, ég held að hann sé að spyrja bara aðstoðarþjálfarana sína og Viðar og Baldur segja bara, já, þú veist, ég bara veit ekki, þú veist, hvern getum við valið, þú veist, það er Búkerinn og þessi og þú veist, Bjarni Guðmann, fítgaur, hann hefur náttúrulega var í síðustu hópum, skilur við, átti með sér moment í einhverju leik. Já. Þeir hafa bara verið, nei, hvað með að verðluna hérna Ragga? Hann er búinn að vera að skora 18 stig á móti Gimla og raskatinn á mér, þannig að tökum hann inn, skilur við. Það er the only reasonable explanation, skilur við. Og hann bara eitthvað, velja hvern? Já, 12 mann spila ekki, bara veljið hann bara. Já, bara með ráðus. Skilur við. Skagafjörður ánæður á Facebook og eitthvað svona. Verðlaunaðinn fyrir að taka þátt í Evrópukeppni. Og ég er ekkert að segja að Raggi sé lélegur heldur með þessu öllu, skilur. Raggi er búinn að frábær í vetur. Frábær. Já. Fyrir hans hlutverk, er bara geggjaður, skilur. Já. En hann var ekki verið annarliðin. Nei. Það meikar engan sens, eins og þú segir. Hvorugu pollinn meikar sens. Það er bara svoleiðis. Ég ætla að biðja ykkur að, sko, þegar ég var rekinn í fyrra, það var eiginlega í dag, sko, eða þú veist. Já. Það var 31. nóvember. Er eins árs afmæli eða? Það er eins árs afmæli. Og það sem að menn gera þegar þeir missa starfi, það er að fara í sólina. Þannig að þið meði núna taka 3 þjálfara í úrvalsdeild, reka þá, senda á beint til Tenerife í jólafrí. And they ain't coming back. Hverjir svona, hvaða 3 þjálfarar, það er bara núna. Reka núna bara? Bara reka einhvern bara í dag. Bara fyrstur lista Steinar Kaldal. Þú rekur þjálfarinn í Ármann? Já, bara efstur bara að því að voru bara eitthvað algjört shit show þetta byrjun á þessu tímabili. Já. Með útlendinga og annað, skilur við. Og fyrir mér skrifast það að stórleiti á þjálfarann, þó kannski ekki allt örugglega, það er örugglega eitthvað stjórn og annað og reynsluleysi en bara hann er farinn. Sammála Ármann eða er þetta of lítið félag eða? Já, þetta ég veit ekkert hverjum ég get kennt allt þetta bull í byrjun. Já. Hverjum er það að kenna kaninn sem þau biðu eftir allt og lengi sem ráku svo eftir 3 leiki. Þú sæna hann í júní, sko. Já. Ég ætla að giska á að þessi stjórnin. Já, líklegast. En hvað er hann þá að sparka raskataðin? Já, auðvitað. Það ekki þannig sjálfur sér þjálfari að það þarf maður að sparka. En svo metur hann. Ég held að bæði þjálfarinn í Hveragerði og Steinar og fleiri þjálfarar séu bara að klikka svolítið á því að treysta og mikið stjórn. Já. Svo metur hann það að þetta er það góð leikmaður við býðum eftir honum. Bara til þess að reka svo eftir 3 leiki. Þannig að þetta er bara, við verðum að reka Kjartan. Eins og, þú veist, staðan er núna. Kjartan Álftanes? Já. Bara árangurinn er ekki góður, hann er bara búinn að... Ert þú með því? Hann er bara búinn að velja illir. Það er alveg nákvæmlega eins og ég gerði. Nýbúinn að segja point guard,
loksins fekk hann að sæna point guard eins og Matti Dalmæ og svo bara rekinn. Ég er hans að hugsa hverju aðri eru þarna. Ennumlega ekkert svo margir. Þeir ekki Lalla, skilur. Nei, hann er á... Þeir eru líka að bæta sig. Já. Þú veist, þetta er meira, þeir sem hafa verið í downswingi eru... Þú rekur ekki Baldur að þeim var Íslandsmeistar á síðast tímabili og þeir eru líka svona aðeins að vera betri. Skána, já. Þú veist, IR hafa verið að tapa fyrir... Sko... Þetta eru IR og Njarðvíks og KR sem hafa verið að tapa síðustu leikjum. Já. Já, KR kannski. KR eða IR. Ég stið Kjartan alltaf, að mættalega reyka hann, að þú veist... Já, þú veist, af öllum þjálfurum í deildinni, þá var hann heitasta sætinu í dag, myndi ég segja. Þú veist, fyrir utan Kaldalinn, sko, en þeir eru samt bara lið sem var aldrei eitthvað, þú veist, væntingarnar voru ekki að þeir voru að fara að halda sér uppi, skilurðu. Það treystu mér, það tengist því ekkert. Nei, ég veit að þú veist hvað ég skilurðu. Það er bara, ef þú tapar bara mörgum leikjum með mörgum stigum, þá bara er sætið heitt og klefin er ógeðslegur og æfingar eru viðbjóður. En þú þarft ekki að ræða Steina Kaldal meira, sko. Nei, ég veit það. En þú ert dæmdur eftir væntingum, skilurðu. Þú veist, Arnar Guðjón stóð og lendi í 5. sæti, það var samt alveg hiti á honum, skilurðu. Fattarðu mig? Já. Eins og ég horfi... Er hann í heitu sæti? Ef að Rúndarengi er í 5. sæti, það er ekki hiti, það er bara allt fínt. Öðru. Fattarðu mig? Já. Arnar Guðjón 5. sæti, allt umulegt. Rúndarengi 5. sæti, bara fínt. Ég er alveg sammála því. Jakob Örn 5. sæti, bara geggjað. Ég líka með Kjartan með Álftanes, þú veist. Sóknarleikurinn er bara agalegur á hálfum velli. Frammistaðan hjá liðinu er umulig og mikið af því skrifast á kannan. Já. Finnst mér og bara attitútið hans og hvernig hann er að spila. Minnst þú Keke hafa verið flottur þarna og Dúi verið mjög flottur. Hopkins búinn að vera mjög lélegur. Hopkins búinn að vera mjög lélegur og það Val er líka mjög skrítið. Já. Fyrirfram. Sko. En það er ég er sko. Siggi P verið subpar og meiddur. Ég er einhvern veginn svona kannski smá meira IR megin heldur en þið í þessu. Ég ætla að við höfum eitt pikk eftir. Frábær gaur, ég meina þeir eru búin að tapa núna IA, þeir töpuðu fyrir Grindavík, þeir töpuðu í Höfninni. Þú veist, bara mér finnst, þriðja pikki mitt var Borse, sko. Tapið í Höfninni er verst, sko, af þessu. Tapið upp á Skaga, hræðilegt. Það var hræðilegt, en einhvern veginn svona, það var svona... Það var eitt í þeim leik sem að... Höfnin var svo slæmu stað þegar þannig séð. Þeir mæta þeim. En þessi Skagalegur, það er eitt sem að... Þú voru aðeins búin að vera innileikjum, sorry á manni. Já, allt í góðu. Þú voru aðeins búin að innileikjum, en þeir voru samt ekki á góðum stað ennþá, svona konum með sigurinn í hús, fattar þið. Þeir sóttu hann fyrst á móti IR. Það var svona, ok, IR eru fucking umulegir. Þeir eru búin að vera inni í fullt af leikjum og vinna eitthvað á svona skilju. En mér finnst mest að þessi Skagalegur, með að Serbin pointin og mér finnst hann ógeðslega góður í fyrirháleik. Hann stjórnaði sóknarleikum í bara eins og hann væri að stjórna einhverju sinfoníu, en hann var alveg búinn á því. Já. Og IR-ingar gerði ekki neitt til þess að trufla hann. Þeir sett ekki boltapressa á hann allan völl, bara taki boltan úr höndunum á honum. Og hann fekk að rölt upp völlin, fór í pikk við Gauko í Sumsun, svo var hann bara að pikka sendingar, bara að velja alla réttu möguleikana og IR brást ekkert við. Nei. Ég veist að, ég er einhver sköllóttu málar upp í Mosó og horfa á leikinn, sko. Ég gargaði svona upp, þú veist, af hverju takið ekki boltan úr höndunum á hann? Láta einhvern annan gréta. Sköllóttur íþróttakennari og grái, sko. Já. Eins og þú, hann er gargandi eitthvað með spjaldið sitt, sko. En mér fannst það mjög svona áfellir, mér fannst hann frjósa í þessum IA-leik. Já. Að bregðast við strax. Já. Mér fannst þarna þessi IA-leikur, þarna útivelli, maður svona tengir þetta alltaf við bara svona sjálfan sig, sko. Mér fannst þeir bara svona spila þennan leik eins og svona hugsa stundum síðasta leikinn minn með Haukum. Þegar við töpum út í Njarðvík. Já. Og bara svona þegar þú upplifir að þú veist, þetta er búið, fattarðu? Þetta er bara, það er bara andleysi, það virkar ekki að tilfinningarungaleikmönnum, það virkar ekki öskrað á, they don't care anymore, sko. Já. Og auðvitað það bara... Á kliðinfarinn. Þú veist, og auðvitað það er bara hræðilegur mannskapur til að vinna með það og að lenda í því, skilurðu. Og þú veist, það bara gerist öllum levelum örgla bara upp í Real Madrid í fótbolta, skilurðu. En þarna, og þú bara vissir einhvern veginn eftir leik, bara svona, herri, holy shit, það er bara, það er annarkvort að reka hálft liðið eða skiptum þjálfara. Já. Og mér leið þannig með IR upp á Skaga og mér leið þannig með Álftanes í Keflavík.
Já. og Álftanes gæti breyst af því að það er ný leikmaður að koma inn, skilur og Já, Siggi Péturs var meiddur og eitthvað svona þannig að það eru svona afsakanir, fattur mig Algjörlega. og það kemur svona eitthvað svona þú veist, ekstra inn sem að gæti breytti í næsta leik En af hverju er IR ekki búin að skipta leikmenn? en svo fannst mér hitt vera bara svona IR það er bara svona hvað er í gangi, sko Því, jú, sko, vissulega getur þú reikið þjálfarinn og það er ódýrasta lausnin vanalega þó það sé oft kannski erfiðar að finna almennilega þjálfari sem þú treystir til að taka við þessu. En það bara svo blasir svo augljóslega við að þeir eru með 2 þarna ömulega inn í teig hjá sér sem að bara þarf að skipta út, sama hvort þú reikið þjálfarinn eða ekki. Já. Bara það þarf að fá aðra gauðra þarna í teiginn, sko. Já. Svo erum við búin að nefna nokkur í þættinum Falko Drævar, hann horfir undir svo sér hann bara bláa treyju, kikk honum út, nei þessi getur ekki skotið, kotum með hann aftur, fer í aftur eitthvað pikk, dribbla, gefur einhvern annan, nei herru þessi getur ekki skotið heldur, kotum með hann aftur. Ríkhards, hann skýtur ekki. Já, þú veist, þeir eru bara alveg, það er ekkert firepower í þessu íliði. Nei. En svo er ég samt búin að vera að spá líka, sko, að því að nú eru þið komni með Kjartan, Steinar Kaldal. Svo er annarkot Bossi að Koppi sem... Já, og förum þá í KR og Jakob sem er svona kannski... Hann er svona fjóruðið þarna. Þú veist, hann og Bossi eru þarna berjast sætið í sólina. Já, Bossi er það í dag, skilur. Þú veist, KR eru... Frá því að ég fór á KR Akranes, þar sem að þeir rústuðu Skaganum. Já. Þá eru þeir búin að tapa með 20 stigum út í Álftanes. Ok, meiðsli, útlendinga, fine. Þú veist, svo fá þeir Njarðvík í heimsókn, þar sem að Mario Matasovic slítur krossband. Vinna samt. Og Njarðvík vinna samt með 10 í Frostaskjóli. Já. Og Vlatko líka komin inn og eitthvað svona, eða ekki. Og svo tapa þeir aftur með 10 stigum mútið Val á heimavelli, eða 8 stigum eða eitthvað. Og þannig að það komni 3 tapleikir í röð. Hver eiga næst? Sérðu það maður? Þeir eiga Stjörnuna núna. Nei, að Stjarnan Grindavík. Já, þeir eiga... Já, djók, þeir eiga ekki Stjörnuna. Þeir eiga Keflavík úti. Já. Og svo eiga þeir IR heima og Tindastól úti. Þú veist, Keflavík og Tindastól, þeir bara tapa því. Já, einu sigurinn hann er IR mögulega. Já, þannig að ég er svona að þeir fara með neikvætt vinningshlutfallinn í jólin, eflaust. Ég er bara svona... Mér finnst þeir bara alltaf lélegir, sko. Já, þeir byrjuðu líka svo... Mér finnst bara fyrir utan Linnars, allir bara útlendingarnir vera bara svona... Þetta er líka svo augljóst. Við erum múin að benda á þetta í allan vetur. Það blekkti svo mikið... Pointin er ekki nógu góður. Já. Ég meina, þú veist, talandi samt bara svona... Þú veist, það fucking Valur í heimsókn, skilur. Já. Sáu þennan leika? Já, hluta á honum. Já. Þú veist, það er stutt síðan að Valur keypti bara hálfan Vesturbæinn frá þjálfara niður í sjúkraþjálfara og alla leikmenn yfir. Sá rígu var stuttur, maður. Já. They don't give a fucking shit lengur, sko. Langt síðan það dó. Þið munið eftir því einvíi, það var bara eitthvað skemmtilegasta einvíi sem maður hefur séð. Þegar KR slóða út. Menn að öskra Pavel og gera pinningamerki inn. Já, og svo bara liðu nokkur ár. Og þú veist, þetta er bara svona, það er bara svona Valur í heimsókn. Já, Já, þeir er alltaf bara hættu. töfum með 10 áfram gakk. Pavel og Jón Örður alltaf hættu líka bara í körfu. Veit það, en þú veist, og stjórnin er örugglega komin í stjórn og eitthvað svona, Böddi er ekki lengur formaður og eitthvað, en þú veist, það ásamt að vera svona í Vesturbænum ennþá bara yfir þessu, skilur. Þetta eru nágranna félög, þeir eru bara með svipað svæði, skilur. Það var engin nágrannaríks stemning í þessum leik. Það var engin hiti. Þetta er bara það KR-lið er ekki þannig, sem er að versta við þetta KR-lið. Það er ekkert svona fæt í þeim, eða fattar þau mig? Það er engin dörti þarna í þessu KR-liði. Nei. Ekkert einasti. Ég meina, sem er óþolandi. Frípassi á þennan Álftanesleik og allt það. En bara, þú veist, þessi tapleikur á heimavelli á móti Njarðvík og Val, bara svona frekar, bara svona 2-0 tap í fótbolta, fattar þau. Bara tapa með 10, bara svona heimavelli á móti öðru svona ágætis liði, en þú veist, ekki eitthvað svona, ekki Grindavík að mæta á slátraðum, fattar þau. Nei. Þannig ég veit það ekki, ég ætla að breyta listanum ykkar, ég ætla að segja Steinari Kaldal bara að halda sér á Íslandi og klára þetta season sem hann setti saman og bara góða skemmtun með... Auðvitað væri það þannig, skilur við. Góða skemmtun með liðið aftur í fyrstu deild, þar sem að þessi klúbur á bara heima. Já. Það er bara allt í lagi. Og ég ætla að senda Bosse, Jakob og Kjartan alltaf með þeim. Já. Ég er pínu pirrar út í Koppa, þetta er svo augljóst. Pointin er ekki að virka. Þetta er mikilvægasta staðan á vellinum.
það er auðveldar að finna Kana Point heldur en stóran. Já, bara 100 sinni auðveldara. Gerðu breytingar. Þó sé bæði erfitt. Náður í Kana Point, taktu bara eitthvað lottóst og þú ert með hana Granits fjarka á meðan, taktu lotteri, reynda að fá betri. Já. Það myndi breyta öllu. Taktu pressuna af Tóta, hann þarf ekki svona... Já. Mér finnst þetta svo augljóst. En þessi Kani samt allt í lagi hjá... Hann á ekkert skilja að vera rekinn, sko. Nei, en hann ætti samt bara að vera point guard, skilur við. Já, þeir þurfa bara point til að létta á öllu þarna. Kári voru bara miklu betri fyrra meðan hérna sem var Vinnars Jakobs. Já, Nimrod. Það er eitt þarna... Hann var harður, actually. En það voru allir alltaf að tala þetta. Vandamálið fyrir var náttúrulega bara Nimrod. Hann var alltaf meiddur. Hver segir það? Já, hann var meiddur. Allir Káringar sem ég tala við. Þetta er vandamálið ef aðaleikmaður í liðinu er meiddur, skilur. Ég skil það. Já, en þegar hann var heitt, þá gátu þeir unni leiki í crunch af því að þeir voru með halfkort Kana skorara. Ég er að segja það. Og hann var geggjaður, skilur. Og hann var líka harður. Það var smá fæt í honum, skilur. Ég hugsa alltaf, það er aðeins út úr þessu. Ég spáði mikið í Braga Guðmundssyni. Já. Og ég hugsaði með mér, þetta Ármannsdæmi, það var kannski of mikið dropp fyrir hann niður og ég hugsaði með mér að þetta var væntanlega ekki það sem þeir seldónum og þú ert að koma inn eitthvað prógram, við ætlum bara að vera með hálft lið hérna fyrstu 8 umferðirnar eða eitthvað. Ég hugsaði, hefði hann tekið millistök, farið í KR og hefði verið með Kana Point, Braga, Tóta, það hefði verið fullkomið fitt fyrir hann. Er hann samt ekki aðeins og líkur bæði Þorra og Tóta sem svona scoring-tvistur? Samt betri en þeir fyrir mér í dag. Og mér finnst Bragi búin að... Nei, heldur Þorri og Orri og þeir allir skilja. Já. Mér finnst Bragi búin að vera góður, sko. Og en hann er... Ég vil ekkert að hann stökkvi úr núna, en hann gæti alveg sagt við og það verður 11-0, 0 af 11. Ég er farin í KR eða eitthvað, hvað ætlar að fara? Já, þetta er ekki prógrami sem þið lofuðu mér, sko. Ég vil samt að það sé mjög gott fyrir hann að fá að vera aðeins aðkallinn bara fyrir næsta tímabil þá eða eitthvað svoleiðis, sko. En mér datti bara hug svo með Þorvald Orra, þú veist, það er allir að drulli yfir hann. Já. Og þar með ég sjálfur, ég fór að hugsa, hvað gæti hann gert til þess að hjálpa KR? Hvað þarf hann að gera? Þorri? Já. Taka 8 frákast í leik, reyna að spila vörn. Já. Svo finnst mér Koppi líka þurfa þá bara einhvern veginn að hjálpa honum. Láta hann fá eitthvað 1 og 1 skrín sem getur körlað inn í miðjuna eða eitthvað, sko. Þorvaldur Orri bara að fá nýjan þjálfara. Hann er bara ekki svona on-ball skorari. Nei, bara, ég er að hugsa bara, hvað getur, ég finn ekki svona lausnir, hvernig á hann að hjálpa KR. Hann hefur alltaf verið þessi fullkort, bara eins og Tóti. Tóti bara betri í halfkort. En Þorri er samt alveg góður, sko, slassari líka halfkort. Já, slassari, en ekki með boltan, heldur oft. Nei, geta ekki látið hann körla og komið honum inn í miðjuna. Þegar hann var í Milkaliðinu, þá var alveg erfitt stundum að díla við það, af því ég þjálfaði nú á móti því liði. Þegar að Milka setti gott svona skrín á vængnum, Þorri kom og körlaði inn, svaka athlete, skilurðu. Það er bara svona alveg fullt af scenarióm þar sem Þorvaldur Orri er mjög erfiður að eiga við. Já. En þú veist... Ekkert nýtt. Ég veit ekki alveg af hverju hann er ekki settur í neinar góða stöðum. Ég er bara alltaf einhvern veginn að fá taugaáfall þegar KR er að reyna að spila sókn. Þeir eru smá eins og Tindastóll, nema bara með lélega leikmenn. Þeir reyna að fara ógeðslega mikið á fyrsta tempói og ef það gengur ekki, þá eru þeir geðveikt mikið að drífa sig og bara svona gera eitthvað bull. Tóti Túrbúr svona opposite við eins og Orra Gunnarsson. Það er gennilega sagt við Orra bara, halda áfram að skjótu. En Tóti þarf frekar allt í lagi byrja að taka 2-3 skot. Þú mátt aldrei hleypa þér í það að vera 1 af 10 í þristum. Þú verður þá stoppingstöður á leiðinni, bara þú getur ekki verið með svona mörg. Það eru allt og margir leikir sem hann er 1 af 9, sko. Já, mér finnst samt bara Tóti bara svona langbestur þegar hann er bara að sækja köruna, sko. Já. Þegar hann kemst á vinstri höndina inn í eitthvað pick and roll, þegar hann kemur inn svona í miðjuna á vörninni, þá finnst mér hann eftir Kára Jónssoni bara næst besti Íslendingurinn. Það er svo góður að klára eða fá villu, eða finna og opna með. Já, ég er að segja það. Hann er bara svona... Hann er creatorið þeirra, skilur. Já, að svona fá inn í miðjuna sem varnarlið, Kári bestur í því. Já. Næst bestur er bara Þórir, skilur. Já. Sammála. Hann er bara að taka ómarga þrista. Já, hann er að taka svolítið, af því að menn eru ofta gamla að fara eitthvað svona undir eða gefa skref eða eitthvað. En mér finnst það svona skrýta því að stundum, mér finnst vanta svo lítill að KR sé elít, fattar ég? Ég sammála því.
Þess vegna Það minnst Linnart ógeðslega góður. Já. það er eitthvað bara sem vantar þarna. Já. En mér samanlega, mér finnst Linnart mjög góður og Tóti finnst mér líka mjög góður. Og fullt af góðum gaurum hana, íslenskum, ekki kannski endilega boskunum, sko. Mitt teiki í þessu er að sko, ég held að Jakob sé alveg nógu góður þjálfari. Ég held að hann sé svona spila á háu leveli og bara klár körfuboltamaður og bara svona, vantar ekkert upp á það held ég. Ég held að hann svona, hann sé bara svona, ég held að hann sé ekki nógu, ég held að hann sé góður við bara sína menn. Alveg eins og að hafa hangið á Nimrod alltaf lengi þarna, eitthvað meiddan. Og bara lojal sínum mönnum. Já, og bara eins og núna, að þau eru löngu búin að reka Alexa Júkovic, kanan með honum og bara svona, við erum komin í úr landsleikjahléinu, ferskur sprengju point guard og einhver slasser, whoever, þú veist, bossman gæi, skilur við. Já, svolítið bara svona kasta ykkur í vegginn og vona haldist, sko. Og það mættu bæði vera gaurar sem eru bæði vókal og einhver hundur í, sko. Já. Bara svona, þetta er svona smá K-vaff-væp stundum í K-liðinu, fattur. Allir bara gett góði vinnir og svo bara töpum við með 10. Já, það er fílingur sem ég fæ frá þeim. Það er engin vondur þarna, eða fattar þið mig? Nei. Mér finnst það vanta, það er ógeðslega mikið. En er Friðrik Anton sem er búinn að vera frábær í raun og veru, ég var eitthvað að grínast með að hann hefði átt að vera landsliðinu með við framistöðu, en ég meina 53% í volume shooting og 14 stig í leik eða eitthvað. Já, já. Þú veist, búinn að vera frábær. Já. Eru mínúturnar hans að fara að hverfa með Vlatko? Já, örugglega eitthvað skilur, en hversu mikið getur réttlætt að setja hann eitthvað á bekkinn? Fattar þið? Bara getur réttlætt að bara það mikið að hinn er aðeins betri í öllu og... Hann er ekki betri í að skjóta boltanum. Nei. En hann er betri í að berjast. Hann er betri í vörn og frákasta og bara betri körfuboltamaður, skilur. Situr í manni þessi stjörnuleikur hjá Friðrik Anton, sko, þegar Oregon var að leika sér á honum, sko. Heyrðu, hvernig fannst ykkur tölur í síðasta þetta? Bara geðveikt. Já, mjög skemmtilegt. Takk, ég fatti upp á þessu. Ertu með eitthvað núna? Nei, við ætlum ekki að tala tölur núna. Okay. En við ætlum að fara að tala leikina, tölum leikina sem eru framöndan. Sko, það er fyndin umferð framöndan. Fyndin? Já, bara svona fyndin skilur við, bara svona föstudaginn eru 4 leikir, einn á laugardagskvöldi og einn á sunnudegi. Svona steikt. Þannig að við ætlum að, þrátt fyrir að við séum hérna á miðvikudegi og það er langt í þetta og ekki komnir stuðlar og annað eins, þá ætlum við samt að veðja á þessu leiki munnlega, ekki physically. Já. Byrjum bara á föstudeginum. Keflavík KR. Við erum búin að ræða þetta KR alveg nógu mikið núna. Já. En bara einn eða? Ég er með Keflavík í topp 3 þarna bara í þessari deild í dag. Já. Og bara out og win hjá þeim. Eru Keflavík að svona trenda í það að berjast við bara Tindastól og Grindavík að vera Íslandsmeistarar? Já. Okay. Mér finnst Keflavík þeir eru með svona lið sem að verður erfitt að vinna í einhverju seri. Ógeðslega þétt lið. Góða blöndu af alls konar gaurum. Já. Ógeðslega þétti bara eitthvað. Sammála því, og ég er sammála eitthvað með Keflavík. Við tökum alveg bara svona upp í -5, 6, 7 þar. Já. IR Álftanes, frumsýning á Rati. Já, verðum ekki að taka Ég heyrði í gær og fyrradag frá sérfræðingum mínum út á Nesi sem er ekki bara Gunnar Bjartur og ég heyrði það bara ekki frá honum í raun og veru. Já, skal ég tekið marka á þessu Álftanes? Mér skilst að hann sé frábær, þessi gaur. Já, eina sem ég sé þessi landsliðsklippa á hann, sko, og hann var frábær þar. Já. Veistu hvað klippið að tala um? Já, ég hef séð hann líka. Já. Þannig að, jú, bara Bjartsveit, ég meina, bara fá loksins point guard. Vinna þeir í Breiðholti? Já, þeir bara líka verða að vinna í Breiðholti. Þeir bæði verða að vinna og eru líklegri fyrirfram. Stundum hefur Haukur komið úr svona landsliðs, þú veist, svona, hvað Hauk fáum við úr landsliðspásu? Stundum hefur hann komið og verið einhvern veginn bara svona geggjaður að hafa spilað með geggjuðum mönnum á öðru leveli og stundum hefur hann komið hálf haltur og þreyttur út úr þeim. Ég sé hann alveg hann var mest hann góður á móti Bretunum þó að þeir voru ekki góðir. Mér finnst Haukur sérstaklega var að frákasta vel, hvað var hann, 11 frákast eða eitthvað sem hann svo sem vanlega með, en bara mér finnst hann svona mjög solid. Ég finnst líka á móti Ítölunum ógeðslega góður. Það er svo fyndið að sjá bara komin á þetta level, hann á hann bara heim, hann kann allt svona þessa litlu hluti, varnarlega og hvað hann á að vera og fisk eitthvað sóknarvillur og eitthvað svona dót, hann er með alveg bullandi reynslu. En svo mætir hann skilur í þennan leik og fær Tómas Orra og Björgvin Ríkards í
Björgvin Ríkhards. Já, þeir geta bara ekkert refsa á hann og þóttu sér þreyttur. Ég veit það, en þú veist, þeir munu samt bara svona að spila bara körfubolta sem honum líkar ekki. Já, Bara eitthvað að hoppa yfir bakið á honum og ekkert dæmt skiluru og þú veist, einhver svona taugaveiklaður, óagaður íslenskur körfubolti. Manni finnst stundum eins og Haukur sé bara svona above it. Er hann ekki að fara að dekka bara Sarko eða? Og er samt bara inn á í 20 mínútur skiluru. Já, þú veist, Haukur Ég meina þeir séu að fara að dekka hann skiluru. já, allt hans vinnurleik bara upp á síðustu 2 leikir og er bara Grindavík nefndi ekkert að spila á móti þeim, unnu samt Já. og svo þessi leikur, þannig að maður getur ekki annað en Ég held að verði, sko, ég held að verði algjör 50-50 leikur, sko. Ég er bara svona, ég ætla ekki að setja á hann, sko. Ég held Altanes pakkið Hversu oft hefur fyrir utan Tindastól hefur enginn pakkað í Breiðholti, sko. Nei, það er alveg rétt, en ég bara, mér finnst bara svo illa samsett lið. Já, mér líka. Mér finnst þeir bara berjast svo mikið á heimavelli einhvern veginn. Þeir gera það alveg. Og mér finnst Álftanes svo slappir á móti svona berjastlið, svona eins og þú veist, þeir fóru upp á Skaga og það voru bara svona alls konar íslenski gaurar að koma inn og gera bara eitthvað kjaftæði og berjast. Að þá er Álftanes bara eitthvað svona strákar, við erum miklu betri en þetta, við ætlum ekki að taka þátt í þessu, þeir bara tapa, skilur. Þeir eru bara að gera það sem við vildum, að sæna point guard og ég held bara að það muni gera það betri. Er Siggi með þessum leik? Mér finnst það ekki ólíklegt, en ég hef ekki spurt út í það. Ok. Því hann er svona, hann matchar berjast stemninguna í hinum liðunum. Mér finnst bara að Davíð og Keka, Haukur Helgi og Hopkins, mér finnst þeir þrír bara eitthvað svona lapp upp og niður og bara svona hvaða rugl er í gangi í þessum pick-up-körfuboltaleik hérna. Mér finnst Haukur nú alveg taka oft þátt í ruglunu. Haukur, mér finnst hann alltaf bestur á móti bara Tindastól Já, og svona... Gýra sér mest í það, en mér finnst hann alveg verið tilbúin að berjast, sko. Já. Hann alveg leið með frá sér og hann er lúmskur í því svolítið eins og Brodnækin. Hver vinnur? Álftanes. Ég heldur vinnur með 10+. Þú heldur það líka? Já, ég fekk alltaf svona tilfinningu. Ég held að Hopkins sé eftir að eiga einhvern 18-stigaleik. Allt í einu. Ég held ekki, en áfram hvað. Ég held að Ratko verið með 15-8-5. Hver var rekinn aftur núna daginn? Hver var aftur látin fara? Já, kaninn í val, Adrian Griffin. Já. Þannig að N1 úr Go Airport listanum. Það er alltaf fækkar á honum. Sem er gott fyrir mig. Ég hlakka mjög mikið til að slengja þessu framan í fólk svona miðjan janúar og mögulega verða allir farnir fyrir utan Brandon Averett. Já. Af honum. En það væri ósumálaðir. Með hvað? Með Brandon Averett. Þeir samt þurfa eiginlega bara meiri sprengju og þeir ætla að vera í play-offs. Hafð þú ekki ágjörð því, vinur? Að ég að vera í play-offs? Já. Þeir verða alltaf í play-offs. Njarðvík? Já. Með Julio og engan Mario Matasovic? Já. Já, ósamála. Herru, Tindastóll, Akranes. Er þetta stóri Djokovic leikurinn? Er hann ekki fyrir norðan eða? Jú, þetta er einn. Ég held að þetta verði, jú, þetta er einn. Ía munu standa sig vel. Töpuðu líka svo illa á móti Grindavík. Já. Að þeir munu mæta með Geðvíki. Heimavelli. Bara svona, herru, jú, við erum fucking góðir hérna. Já. Jörðum þá. Já. En samt svona, ég virkilega pæli bara í körfubolta, þá finnst mér Ía alveg geta eiga þetta staðið í þeim, sko. Er þetta ekki eitthvað svona, ég held að verði ekki jörðun, sko. Er þetta ekki svona plus 15 leikur sem við tökum bara? Ég hugsaði fyrst, en Ía útivelli, elskar að ríða sér. En svona, ég hugsa bara leikmannlega séð, jú, geta alveg staðið í þeim, en bara einhvern veginn svona, Geðvíkin hlýtur að hafa betur þarna og sigla 15+ sigri heim. Já, þeir brjóta á í seinni hálfleik. Já, þetta Ía-lið brotna bara sjaldan, sko. Þeir eru ólsegir. Oftast heimavelli, ekki útivelli. Já, mögulega. Hafa þeir eitthvað, jú, KR, það var náttúrulega skítuböður. Herru, síðasti leikurinn á þessum föstudegi, Valur Njarðvík. Mér finnst þetta eiginlega mest spennandi leikurinn. Já. Er Kíson Woods með það? Ég ætla að fara að spyrja þig því. Já. Ég skal koma á staði, en það er óseint núna fyrir það. Sko... Er ekki bara mjög líklegt? Hann hefur ekkert spilað síðan að verða síðast þannig. Hvernig líst ykkur á Kíson Woods fittið inn í... Hann er svona skorur að tvistur. Hvað, hann búið í Suður-Ameríku að spila? Búin að vera í Venezuela. Já. Sem ég hef ekki hugmynd hvernig en ég er svona að giska á þessi allt í lagi ekki gott. Sko, þú veist, þeir skipta náttúrulega bara... Þú veist, taka mann sem er í annari stöðu, sko. Já. Taka svona halfkort, sækja körfur með Kára í tvistinn. En það ekki bara þeir eftir að sæna Bossmann í stóran svo eins og þau gerðu í fyrra. Þetta tóku Svíjan. Jú, getur verið, sko.
Ég hoppaði ekkert hæmina einhverju spennu þegar ég sá hann var að koma sko. Hann var alltaf vann titilin fyrir Tindastól. Minningin Hann á kom aftur árið eftir. Og mjög stapur þá. Já, mér finnst hann mjög dapur. Og var líka ekkert frábær, ef þú skoða bara meðaltöluna á tímabilinu þótt þeir unni titilinn, þá var hann ekkert eitthvað sjúkur. Nei. Á hvað með 15 stig í leik eða eitthvað á tímabilinu. Hann skoraði ótrúlega mikið í crunch-time í minningunni samt. Já. Hann var Þetta með er töffari sko. Hann var með þetta pull-up game, mid-range skilur, gætt svo þessi körfur í crunch skilur alltaf. En mér varst hann var þeirri töpu og mútið grinda ekki áttalega. Já. Það voru þetta með tveggja kannasystem, voru Callaway líka. En mér varst hann ekki góður sko. Þegar hann kom tilbaka, mér varst hann aldrei heilla mig aftur sko. Nei, þetta er svona, þú veist, nafnið er alveg stórt að þér vann titil skilur alltaf og áttalega geggjaði leiki skilur, var ekki það. En einhvern veginn, þetta er samt smá gaml. Já. Það er samt stundum bara þannig að þegar að einhvern veginn, hvað kallast þetta svona, þegar þú ert svona að kaupa einhvern veginn svona... Þekkta starf. Já, en þú veist, þetta er eitthvað svona dýrkun á fortíðinni, sko. Já. Þú veist, þetta er eitthvað svona, eitthvað sem að var ógeðslega, þú veist, að reyna á hverju ári, þá ringja allir í Larry Thomas, fattar þau? Já. Af því að hann vann titil í Þorlákshöfn og hann var bara svo geggjaður. Líka búinn að eiga frábæra feril eftir að fór. Já, ég veit, frábæran, já, fínt skilur. Góðan fyrir Kana. Hann verið í Kosovo og eitthvað að grænda bara, skilur, hann er ekkert eitthvað búinn að vera í Euroleague, sko. Nei, var hann ekki í Europa League? Jú, þú veist, það eru alls konar menn. Já. Hann er búinn að vera bara allt í lagi. En stundum þegar menn fara í eitthvað sem að fyrir einhverjum árum var æðislegt á, skilur, þá er það ekkert eitthvað það æðislegt núna. Með mig. Þú veist, þetta er svona eins og þegar Álftanes sótti Norbert að skíka, skilur. Já. Og svo var hann bara að fleka glataður, sko. Já, þú gast nú alveg sagt það, hann það. Já, en þú veist, ég er líka bara að meina inn á vellinum. Já. Fattar þau? Keeson Woods, hann er svona tvistur, þristur. Ég frekar farið eitthvað svona ásttvist. Getur verið á kantinu, getur tekið boltan upp með Kára. En þeir elska þetta. Hann getur það ekki, sko. Já, en þeir elska bara hverju sem geta skipt á skrínum, sko. Já, hann var alveg fínn varnarmaður í minningunni. Já, hann er rammið á þessum gæja, sko. Hraustur. Hann er svolítið líkur Booker, finnst mér svona. Hann er það. Bara pyrrandi að ég aldrei neitt hafi sótt Kevin Capers. Það er bara ekki hægt. Nei, á sín tíma. Ég reyndi það. Er það? Já. Talaði með þess að umbóðsmanninn hans. Já. Hello, coach. He is not coming back to Iceland. Thank you for checking. But I have a guy for you hérna sem var rekinn í annar deild Luxembourg. Herru, það sem ég ætla að segja er að það verður alveg áhugavert samt með Vala því að þeir eru áfram bara með Kára og þá Ástór sem að geta eitthvað svona driplað. Já, hann getur alveg tekið boltan Keeson. Já, hann getur það eitthvað, en þú veist, hann er, en þeir veikja sig samt alveg. Steinar reyndi að segja að Griffin var í bólhendlur. Já, eins og Eikoks. Christopher Eikoks var í bólhendlur. Christopher Eikoks. Þeir hljóta að sækja stóran samt eða ekki. Þeir eru með Christopher Eikoks. Sem hann er bæði við. Eru þeir með einhvern annan inn í teiga? Callum Lawson að fjarki eitthvað? Já, og Hjálmar. Þeir vantar eitt stórunni viðbútt. Þeir geta alveg leist þetta, en ég held að Sæni Bosman þegar hann líður á seinni hlutan, áður en að glugginn lokar. Og enda með 4 útlendinga. Af hverju ekki? Það hefur Valur einhvern veginn að vera með 4 útlendinga. Það má. Ég veit allt um það að það má, en þú veist, þeir eru samt með bara... Svo er þeir með hann hérna, ég er að gleyma hann. Lukic. Hann getur líka að dekka inn í teik, sko. Þannig að þeir þurfa ekkert endilega stóran, en... Eru þeir að fara að vinna þennan leika? Já. Eru þeir að fara að taka Njarðvík á heimavelli? Ég held það. Ég held það líka. Okay. Ég held bara að Njarðvík án Mario á móti þessu valsliði er ótrútt. Já, þetta er trikki leikir samt, mér finnst bæði þessi og ég er alltaf mjög trikki. Já, ég sé alveg Njarðvík vinna, skilurðu. Það er ekkert eitthvað bara galin hugmynd, skilurðu. En Njarðvík eru orðnir alltaf fámennir, sko. Já, svolítið vont. Hvað eru þunnir, sko. Þeir eru bara með Julio og Milka inn á all times. Hvenær fer Rúnar og ef þið fara að rótera þá er sko Snjólfur Brynjarkáru 6-7 sko. Hvenær fer Rúnar að ringja í KVF, skilurðu, eða bara Everett Richardson. Já, Everett Richardson. Bara einhver á þessu liði. Í raun bara hræðilegt fyrir að hafa mist þinn mann Isaiah Cotton, sko. Já. Smá. Þú veist, úr því sem, þú veist, það er ótrúlegt að segja, fattar ég, að bara úrvalsdeildarinn Njarðvík get ekki mist Cotton. En ég meina, það vantar bara líka. Þú bara stillir bara 5 manna liði. Þetta eru Brynjar Kári, Snjólfur. Hvaða 3 gæjar eru inn á æfingu? Já, það er svolítið bara, einhverjir... Þú veist ekki hverju er? Nei, ég er ekki nefna þeim, sko. Ég er ekki nóg djúpur á það. Það var náttúrulega látir meir í fjarkanum.
Já, en þá ertu komið með Brynjar Kára inn á vængnum. Ég hugsaði þetta bara daginn þegar hann meiddist að Mario. Ég sagði, ætli þetta styrki stöðuna í Julio de Assis eða veikjana? Ég held þetta veikjana. Þeir þurfa bara betri gaur. Já, þeir fengu Julio inn bara sem 7. mann. Já. En nú þurfa þeir bara að henda honum og taka einhvern úr hærri hillu sem að er ekki til. Rúnar hlýtur að vera bara út allt að leita að bara miklu betri og dýrari leikmanni. Já. En þeir hljóta samt bara líka vera, mér finnst það gott hjá hérna, ég held að hafi verið strákarnir í 7. manninum. Nei, var það ekki bara Rúnar Davíð Eldur og Mummi Jones sem að kom frétt á Karvan. Svona hugmyndir til þess að fyrir Njarðvík að sækja. Þú veist, kom eitthvað svona Sigvaldi, Hugi, Hallgríms og eitthvað svona. Ég er bara svona, þeir hljóta bara í alvörunni að vera að hringja bara í. Já, þeir ætti að vera að gera það allavega. Þú veist, bara, þeir þurfa sko 3. Allavega 2. Já. Þeir eru allavega 2. Þú veist, bara einhverja svona sem að geta, sem eru fullorðnir, fattar þau? Já, ég fatta þig. Bara, ef myndu bæta inn, bara koma tilkynning kvöld, bara Njarðvíkur sami við Sigvalda og Huga Hallgríms. Það er bara, hópurinn er búinn að styrkjast alveg rotalega. Já. Gísla Hals, fristikistunni á Höfn. Ég myndi ángríms bara sækja Gísla Hals, sko. Ég myndi ekki hika það, en það er í liðinu mínu. Já, 7. maðurinn. Hérna, þá eru þið sammála að Valur vinni þennan leik. Já, þú elskar að drauta. Nei, Valur vinnur, þeir eru fáir. Valur vinna þennan. Þó að Kísjón Bótt sé ekki komið með... Ég er samt að þetta verið klósleikur, sko. Þetta var aldrei eitthvað rúst í aðra hver áttina. Er ég vittlaus að svona, þú komst með einhverja ömulega tölfræði á hana 75% vinningstöð þegar Pétur á móti Vitta bara eitthvað svona út í loftið. Tilfinningi mín er eitthvað svona Milka á móti Njarðvík og þegar hann var í Keflavík líka á móti Val, já. Milka á móti Val fyrirgeðu. Að það hefur oftar en ekki verið Milka í hag. Unni ekki Valur bæðiskiptinu fyrir það? Ég veit það ekki. Það hefur svona einhver tilfinning. Ég minni það samt. Það giska á svona 75% vinningshlutfall hjá Milka á móti Njarðvík. Kannski. En í minningunni á Unni Valur heldur báðaleikinu fyrra. Ég er ekki búinn að segja því. Ég nenni því ekki. Hann getur náttúrulega á móti Kristófer planta sér sko undir hringnum sko. Já, hann getur gert það. Það hjálpar alveg helviti mikið. Já. En Kristófer er komin að flóter og svona. Það fína flóter. Svo er hann ekki góð ból. Ótrúlega óþægilegt að vera með Milka fyrir framan þig í flóter. Ég man þegar ég þjálfaði meistara Díson Parsons. Já. Hann var með floater game að eigin sögn. Já. Og ég man að við ræddum mikið að hann ætti að hætta þessum floaterum sko. Og hann talaði það sko, það er svo óþægilegt með Milka að hann gefur floaterinn en svo stígur hann 1 skref fram og þú fer upp í floaterinn og ferð áfram og þetta er alltaf hræddur að öklabrotna og lenda á Milka. Já. Sjáu þið scenaríu fyrir ykkur. Já. Kristó tekur short rule, tekur 1 dribbl og ætlar að fara í floater og Milka tekur skrefið á móti, tekur hann á bumbuna og bara stór hættulegt sko. Hversu oft hefur Milka stigið undir eitthvað leikmann? Bara sem munið eftir. Ég get alltaf að munið eftir 3 skiptum sko. Ég bara man eftir bara svona 3 þegar hann stegi undir Díson Parsons. Já, til dæmis, skilur við. Og allir floaterarnir voru svona óþægilega stuttir að því að hann var svona hræddur við að... Ég meira að tala bara fyrir utan tryggstælínu sko. Stígur undir menn sko. Ég skoðaði Instagrami á Milkum daginn, mér leiddist. Hann er með óþarlega og margar myndir ber ofan á Instagram. Hann er í heljarna formi, kalli. Já, hann er náttúrulega einhver engaþjálfari. Ég var bara í hörku standi, sko. Ég er búinn að tala mig upp í það hérna í þessum þætti að ég er orðinn harðasti Milkamaður landsins. Já, mér finnst Milka bara mjög fínn leikmaður, sko. Ég ætla ekki að fara að tala Einn af bestu miðherjum ever sem að sá að spila á Íslandi. Eitt svona sem að hefur haft mest áhrif. Já. Bara sem, það er bara hægt að færa rök fyrir því. Já, bara sænuðu menn, heilt tímabil, bara gegn því að mæta Milka. Ég er að segja það. Já. Ég meina, Lalli vann titil með Þorlákshöfn og svona talaði bara um það að hann yddi sumrunni það að finna miðherja sem að gat dekka Milka öðrum megin og dreigja hann út hinum megin. Já. Og þannig fann hann upp á Adam Arstrún Gílas. Já. Þú veist, hann breytti bara, hvernig menn settu saman bara litu og fimmustöðun einhvern veginn. En ætli Milka sé boðið í liðspartí á Njarðvík? Já, hann er alltaf bara eitthvað að bera á ofan þar. Já, ég myndur ekki nenni að bjóða hann, sko. Alla fyrir utan Snjólf. Snjólfur tekur myndina. Alla sem er á bekknum og er að bróka það og grenjúrhlátur. Snjólfur þarf svo að taka mynd á honum, bera á hann. Nei, það er einhverju miklu yngri gæjar. Herru, sko. Svo er stórleikurinn. Svo er það stórleikur laugardagskvöldsins, aldrei vekja okkur á laugardagskvöldi.
þá ætlum við að vera hvar? Ármann eða ekki? Þá ætlum við að fylgjast með Ármann Þór Þórðarsson. Eða Þór Þórðarsson Ármann. Já. Ármann Þór. Ármann Þór. Já. Er þetta leikurinn sem að Ármann getur unnið? Já og nei, sko. Auðvitað geta þær alveg, en maður bara sér það ekki gerast með við fyrir leiki, skilur, aldur og fyrir störf. Þór er bara á þannig einhvern veginn þrepa bætingu, já, hvernig maður orðið þetta? Þrepa bætingu, frábært orð, notaði það bara. Já. Þeir eru bara alltaf betri með fyrir leiknum. Já. Og þeir eru bara standa núna í öllum þessum líka góðu liðum og vinna leiki. Að ég sé ekki að ég sé að fara að tapa fyrir Ármann allt í henni bara eitthvað þurru. Það væri ógeðslega mikið svona... Þurru, þeir eru búin að vinna einn leik í vetur eða eitthvað. Það væri svo mikið eitthvað svona... Nei, 2 fyrir ekki, 2. Ég veit það væri svo mikið bara svona... Eitthvað svona drepur allt momentum að þið tapa því fyrir Ármann. Ég veit það. Já. Ég er samt búin að hugsa það, sko. Þetta er ógeðslega hættulegur leikur, skilurðu. Já. En ég var einmitt að hugsa bara eitthvað svona, þetta verður bettið, sko. Bara eitthvað, ég spáði bara Selfoss, opna mér svona eina eða 13 rauðvínsflöskur og bara eitthvað svona mamma tekur aðeins börnin og jafnvel svægur það því að ég er á fulli bara eitthvað inn á Epic Bet að betta á Þór Þórðarsson Ármann svo við eigum fyrir jólagjöfum og svo hugsaði með mér þetta gildra? Fattar mig? Ég hugsaði þetta á þann. Þetta bara svona að því að Þór Þórðarsson eru búin að harka inn 2 sigra og tapa fyrir öllum öðrum, skilurðu? Og maður hefur alveg séð alla gauðurum sem eru í liðinu vera ömurlega líka, sko. Þetta er svona bananahýðsleikur. Ég veit það. Og ég er að pæli því hvort þetta verði jafnvont laugardagskvöld á Selfossi hjá mér eins og þegar ég tapaði fyrir Chris Kert með haukaliðið mitt. Já. Sælla minninga. Sko, ef Ármann er með Kana, og það er góður leikmaður, ef þú spáir í því byrjónlegu Ármanni, þetta er ágætis lið. Já, þetta er alltaf leið, sko. Þetta er ekkert eitthvað, en þeir eru bara áttu sig því. Þetta er samtalið fyrst þetta. Þeir eru að drullast til að spila vörn. Eru þið konum með Kana? Ég veit ekki hvað sé komin. Sko, ef þeir eru ekki konum með Kana, þá eiga þeir ekki breyk. Ekki breyk, sko. Bara ekki fræðilegan sem. Frostið, Valgars er farinn, hann er búin að vera svona 50-70 maður. Já, búin að vera að starta flesta leikið, ekki? Jú, þannig að þú veist, þeir missa einn úr rotation, von á Kana. Pældi ef þeir eru ekki kanlausir. Það voru 9 fyrir búnar, þeir spilaði 6 Kana-lausir. Ég bara hreinsa það, ég hef bara afsögn hjá stjórn. Þetta er bara ótrúlega, þeir eru búin að grafa sér í hólu áður tímabilið byrja hana. Þetta er geðveikt illa gert. Þetta er alveg pirrandi. Og þetta er illa gert gagnvart Braga frænda þínum frá Grindavík. Já. Sem búða fyrir. Þetta er sko Daniel Lof, Bragi, Arnaldur, Lagio og Dolesai. Ef það væri Kani með þeim, þá þetta er fínt byrjónlið. Já. Þurfa þeir ekki að fara að geta eitthvað? Þetta er ágætis lið. Þeir þurfa að fara að spila vörn. Þetta er ágætis lið. Halda liðum í 80 stigum, þá geta það kannski unnið leiki. Hvað var besti leikurinn á tímabilinu? Var það valsleikurinn eða? Ég veit það ekki. Fyrri hálfleikur móti Stjörnunni. Fínir á móti IR líka. Frábærir 20 mínútur á móti Stjörnunni og svo jarðaðir. Já. Þeir hafa verið alveg góðir í 20 mínútur stundum. Já. En svo er maður einmitt bara eitthvað svona sendir á þig. Jæja, ef að taka Stjörnuna að vinna með 10 stigum á móti Ármanni og maður bara eitthvað, þetta er svona 10 undir. Það skiptir ekki máli. Og það raungerist alltaf. Þetta var svo lesið, hvað var ekki, 60-62 í hálfleik. Það er samt að fá þessi 60 stig. Maður veit alltaf að það var alltaf að fara að skrúa fyrir vörnina, sko. Það er ekki séns. Og svo er máli líka þegar að sko andstæðingurinn skrúar fyrir vörnina einmitt. Ég held með þess að Prí hafi coverast, sko. Þá er bara valtað yfir það, sko. Það er skorað á það kannski 10 stig bara á 30 sekúndum, sko. Já. Bara turnover Tróðsla, turnover Karfa. Ömurlegt skot eftir 1 sekúndu hjá Daniel Lof eða Braga, Tróðsla hinum megin. Já. Heyrðu, ok, förum í síðasta leikinn og segjum það svo gott eftir þessar 100 klukkutíma hérna. Förum að detta í 90 mínútna þátt. Það eru þínu menn. Sunnudagskvöld Under the Lights í Garðabæ, ekki satt? Já. Þetta er svona stórleikur umferðarnar. Já. Sammála. Ætlarðu að mæta? Það er það sem að menn hafa áhuga á. Sko. Að vita. Ferði ekki út fyrir 270 lengur. Nei. Mér langar að fara á völlin og allt saman. Mér finnst alveg ógeðslega leiðilt að fara í Ásgarð. Það er einn leiðilegt fucking íþrótt. Já, það er bara eitthvað deyr inn í mér þegar ég fer þarna inn, sko. Svipað eins og með hana Schenker-höllina sem maður þurfti alltaf að spila á móti Haugum í. Á gömlu. Það dó eitthvað inn í manni þegar maður spilaði þarna, sko. Þetta er ekki körfubolta. Þetta eru svona íþróttahús / handboltahús einhvern veginn. Já, þetta er eitthvað bragg
ekki, þetta er hundlegið að spila þarna. Já, þetta er fara á smá svona leiki. eins og, hvað hétt aftur upp á Skaga, Jaðarsból eða hvað heitir þetta? Já, og Jaðarsbakkar. Jaðarsbakkar? Mér finnst bara alltaf þegar þú lappar inn í íþróttahús á Íslandi og þú þarft að tala við fólki sem er að selja inn í sundlaugina líka. Já. Svona, bara svona, þetta er bara Stúkan, þetta er ykkur Sveitó, 3 raðir. á Egilsstöðum, Þetta er skilur. þetta er nefnilega, það er eiginlega, þetta er svona mæti Borgarnes eða eitthvað, þetta er svona smá Sveitó. Já, þetta er samt öðruvísi stemning að gera þetta á Króknum eða Borgarnesi. Ég veit það. Það sem að þú Út í- ferð svo inn í eitthvað svona arena-type stöf, skilur og einmitt, bara svona húsförurinn meira að segja hrækir á þig, skilur Já, já. að þið út aðkomupakk. En þú veist að gera þetta bara eitthvað í Reykjavík, þetta er bara eitthvað svona, já, þetta er sundaug, þarna eru krakkar að teygja, það er ballettæfing til vinstri, rafíþróttir uppi og svo er hérna Stjarnan Tindastóll niðri. Já, já. Svona, come on. Já. En ég er skítrættur við hennar leik. Já, Það ég væri skil ekki það bara vel. fínt fyrir ykkur að tapa þessum leik. Fyrir 8-0 og það komið tími á okkur. Já, ég er samt bara, og Stjarnan ég veit ekki alveg hvað ég hef þá. Munu þeirra einhvern veginn rífa sig upp þarna. Ég held að tapið kæmi í síðasta leik, sko. Ég var eiginlega búinn að selja mér alveg 100%. Já, Og það komi alls ekki. ég er búinn að halda að það komi nokkur sinnum, sko. Það er Já. alltaf stíð upp einhvern veginn. Ótrúlegustu gaurar þarna. Káir Sigurinn var galinn, sko. Já. Ég meina, ef að Stjarnan tapar þessum leik, þá eru þau hvað, 3-6? Þeir eru 3-6 þegar þeir tapar þessum leik. Á Stjarnan einhverjum hættu að bara missa playoffs? Eða þeir fara 3-6? Nei. Þessi ekki playoffs. Nei. Er bara, Það er það vondlið þarna sem að þeir geta, sem þeir fara upp fyrir með einum með öðrum hætti. ok, Þeir missa ekki playoffs. Ég Þeir verða alltaf í baráttunni. fyrst í svona leiki, svona, myndi ég nenni að spila með þessum. já, Ég sagði, ég myndi ekki nenni að spila með Orra. nei, Ég myndi alls ekki nenni að spila með þessum Giannis þarna. nei. Nei, hann er típa. Og líka bara báðir, þú veist, eins og með Orra. Já, Ég veit að þjálfarnir eru að segja við hann, skjótu bara, þú veist, hætt að hugsa. Sko, ég held sér frábært En er ekki allt í lagi að þarna gefa boltan stundur líka? Ég held sér frábært spilum ára. Ég myndi alltaf vilja spila um honum. Ég er bara svo leiðilt út á hinum kantinum, því langar að fá einhverja mól og skjóta. Og hann má ekki finna lyktin á turinu að hann er búin að láta vaða. Þú ætti ekki að skjóta úr öllu. nú hérna Hann er bara spilaði Ægir Já, ekki. mér finnst hann ógeðslega góður, sko. Hann er bara alltaf að skjóta sig út úr einhverju slömpum. Hann mætti, ég er svona alveg smá sammálaðir. Já, ég líka. Samt ekki, fattur ég Hann er svona... finnur svo Ég milliveg. er á sama stað. Já, en hann mætti líka bara, Orri er, þegar hann fær straight line drive, Það er bara karfa. ógeðslega sterkur. Já, Og stundum sérstaklega á svona fyrsta tempói þegar hann bara skýtur alltaf, þá hugsa ég, af því að á múti Káir var hann að ráðast að körna Já. og vörnin er svona ekki búin að koma sér fyrir, þú veist, þar er hann, þú veist, kannski ekki með endalastu vopnabúr, en þegar hann fær hann á svona opnum velli, þá hugsa ég mjög oft, akkur, þú veist, eitt dribbl, þú ert komin í layup og þú ert fucking, þú veist, ógeðslega sterkur. Hann er bara ískapur. Hann svona, Sem er sérst best þegar hann að spila vörna okkur gauðra. ég, Það haggur hann ekki, hann sko. þarf í raun ekki mín vegna að senda hann, bara farðu bara hringin, sko. en hvað ætlast hann að gera? Við erum með Kana sem er ekki nógu góður. Bertóni er 36 ára og er búinn. Ég hef enga ágjör Bertóni. Giannis er bara svarthól. Og veist, Og Ægir er meiddur, ég ætla að koma inn á það, þú veist, Ægir spila ekki seinni landsleikin, sko. Nei, Og Ægir er svona gaur sem að, hvað séu? Hann var svona í búning og eitthvað svona. það Ég grinda ekki vinnur hann leik. Hann var á skýrslu. Hann spilaði samt ekki. Nei, hann var á skýrslu. Það er bara því að það var engin annar skráður. Já, ok. Ef hann hefði getað hjálpað eitthvað í tapleik, þá hefði hann spilað Mátti það ekki ekki. alltaf kalla neitt gæja eða? Á Já, Íslandi ég bara. þekki það ekki, en þú veist, hann allavega spilaði ekki bara... Ég meina, er hann með í þessum leika? Ekki hugmyndu það. Hann er pottið ekki með. En það skiptir öllu málu náttúrulega hvað það sé tapaði. með eða ekki. Skiptir öllu máli? Þeir tapaði hann ekki með, skilur. Já. Ég sé það. Það er bara nánast átó fyrir Já. mér. Þurfum að komast að þessu. Já, já, við þurfum að komast að þessu. En það kemur allt í ljós. Já. En segjum að allir séu með, Já, þá finnst mér alveg Stjarnan líklegir á smá gæsalappa uppsett. ég meina, það er bara huge upset ef að lið sem er 3-5 og tapaði Þórlagsöfn. Ef að þeir vinna lið sem er ekki búið að tapa leik. Ég held að Grindavík slátrið þeim, sko. Þetta er samt svona gæsalappa uppsett. Stjarnan, við setjum þá alveg þarna, þeir eru alveg í þessu. Málið er bara að Stjarnan eru verri heldur en fólk heldur, sko. Þeir eru Eins og, nákvæmlega eins og manni var að segja. Þeir eru það, en Og þeir þú eru veist, að bæta sig. þeir eru með lélegan Kana. Þeir eru í raun bara með lélegan teig, sko. Mér finnst bara Saturday Day vera vandamálið þarna. Og ég hef sagt það áður eitt manni. Þeir eru með meiddan point guard, svarthól Gríkja og lélegan Kana. Og þunnir. Já, og þunnir. Þunn hærðir líka, allur bekkuna þeirra. En Janis er góður.
Hann er bara eftir að finna sig. Þjálfarateymið þeirra. Jannis er góður, við sáum hann í fyrra, hann er ekkert eitthvað verra standi núna, hann er góður, hann er eftir að eiga leik, hann getur alveg átt hann í þessum leik. Mér finnst hann hvað heitir hann? Luka Gralic. Mér finnst hann mjög góður. Vitið þið okkur ég held að Grindavík vinni? Af hverju? Af því að DeAndre Kane þolir ekki Bjarna Guðmann. Já, en þarf það endilega að vera eitthvað svona? Hann bara þetta verður ekki þannig að Grindi ánar að mæta eitthvað slopp í þennan leik, skilurðu, af því að þetta er personal. Ég held að ef Ægir er ekki með, þá held ég að Shabazz fái svolítið að vaða uppi. Já, ég held að það sé engin draumi fyrir hálfmeittan Ægi að fá samt Shabazz í andliti heldur, sko. Ég minnst það bara gott match af þessu leikur og þetta verður bara gaman. Er þetta ekki bara langmest spennandi leikur umfram? Jú. Ég er eiginlega að reyna að tala minna á Stjarnan vinni þó Ægi sé ekki með, en það er erfitt. Ég taka mínusinn upp að -12. Já, ég tek plúsinn, stöðuna. Svo ætla ég líka að bara töpuðu ekki Grindavík tvisvar fyrir Stjörnunni fyrra og töpuðu svo seríunni 3-1. 3-2, 8 leikur. Já. Þess vegna hugsa ég... Stjarnan bara fór frekar illa með Grindavík í fyrra. Ég hugsa það svo slæmt í vinningunni eins með Bjarni Guðmann hafa pakka Kane, sko. Já, hann fór í töðan gerði það, fattur þú? En þú veist, en liðið hans var líka með honum, fattur þú? Svo kom Bjarni Guðmann pirraði Kane og svo kom Hilmar og skoraði á hann, skilur við. Já. Nú er það ekki að fara að gerast. Nú er Bjarni Guðmann að fara að pirra hann og sjálfur ekki að geta skorað á hann. Ég kannski verður þetta Giannis-leikurinn. Giannis. Djöfull færi það í töðunum mér að hann færi allt inn á einhvern leik. Það myndi pirra mig alveg endalaust. Já, ég er bara vonaði svo innilega að það verði þannig. Já. Því ég vil sjá manna aðeins sjóða skallanum á hann, sko. Hvað er síðasta, hvar er uppsett umferðarinnar? Bara, og svo ætla ég að sleppa ykkur. Stjarnan. Stjarnan er uppsett umferðarinnar. Já. Vorum við með Ármann uppsett eða? Þetta er uppsett. Ármann er uppsett. Ármann vinnur. Geðveikur. Ármann vinnur. Þú tapa öllum leikunum með 20 stig. Er uppsett ef þeir vinna? Ármann vinnur. Reyndar ef hann ætlar Linaras frændiðinn ætlar að fara í einhvern annan svo leik, þá verður erfitt fyrir þá. Ég get lofa þér á móti þessum varnarmönnum. Já, er hann alveg að fara að vaða uppi, sko. Já. Vaða uppi, segjum að stundum nota einhvern fras og veit ekki hvað hann þýðir. Jú. Hálfrétt þér, rétt notað. Ég er reyndar hættu við. Ég veit ekki hvernig Ármann ætlar að eiga við Jakobi Ross og Linaras, þetta bakkort. Nei. Það verður erfitt fyrir að dekka þá. Ég held að þetta sé... Ég veit hvað þitt uppsett er. IR? Nei. Þú ert með IA sem uppsettið. Nei, ég held að IA vinni ekki upp á Skaga. Ég held að það sé... Skaga? Nei, upp á Króknum. En minn maður í draumaleginu mínu, fimmann mín, mun taka 5 á Steinas og aðeins skólan til í Intel. Það held ég, djöfull. Það sem ég held að það gerist ekki. Nei. Ég held að loksist fá hann gæja sem að muni pakkunum. Það er þá fyrsti sem að getur pakkað honum einn og einn. Já, en reyndar, hann er í smá oft vesinni með 5 sem geta skotið. Hann nennir ekkert alltaf út í þá, sko. Drungilas? Já, Drungilas, Sumsum gæti verið í vesinni með Drungilas. Já. Drungilas á móti Grindavík er bara eitthvað lélast sem ég hef séð. Þegar hann stóð út á miðju eins og Breki meiddur á æfingu, sko. Breki Gylfa meiddur á æfingu. Þá stóð hann eitthvað út á miðju eitthvað að leita einhverju handófi og grýtti hann tilbaka í aftur fyrir miðju, munið ekki eftir þessu. Jú, er faðir tími aðeins að klukka Drungilas eða? Já, 100%. Já. Ég er bara svona, nennir ekki regular season. Já, sama með Basil, ég hugsaði að voli hann eitthvað dán og dapir, svo búin að vera í 5 tímil, hann veit bara, þetta er desember, janúar, svo verður þetta gaman. Ég meina, pældi samt í því að þú myndir mæta á morgun og bara mála skakt, heilan dag. Eitthvað þið kvartað. Þú spilar 1 fokkin deildarleik í viku. Það ert ekki að sjóa upp þegar þú færð svona borga. Reyndar, það er reyndar alveg rétt. Því að Stólar hafi ekki verið brasi einhvern veginn svona fram í febrúar, bara í sögunni. Bara alltaf einhvern veginn eru þeir einhvern veginn svona í svona brasi og svo í febrúar bara fara þær í gang. Þeir hafa unnið 1 titil samt bara 100.000 ár, sko. Já, en svona alltaf verið í toppbaráttu, skilurðu. Já, mörg ár, 10 ára eða eitthvað. Þú ert bara með svona geggja lið, þá ert alltaf í toppbaráttu, nema einu sinni eins og Keflavík í fyrra á Tindastól. En þeir eru oft verið svona daðra þarna 6, 7, 8 eitthvað og svo bara mæta þeir, skilurðu. Já, ég er eins og ég sagði ykkur fyrir þá. Þeir eru ekki þar núna. Ég er þreyttur á því að fólk fær bara eitthvað frípassa að shit happens. Þú spila 1 leik í viku, þetta er ekkert eitthvað allt í lagi að mæta og skítapa og vera fokkin ömurlegur. Nei. Saman með þig, sjúkraflutningamaður, klúðraðu bara
5 verkefnum á morgun og það eru 5 sem að deyja, sko. Í einhverju hjartastoppi, svo kemur Steinar á Það einhverju var ofdag. leiðilegur dagur, skilur við, bara Basíl Nenni og ekki að Steinar blása í áttu hana. báðir leiðilegan dag, sko. Bönni voru eitthvað pirrandi nótt. Já. Það væri hiti. Það væri smá hiti, já. Heyrðu, takk fyrir 2 tíma I þátt, got bye. mine, I hope ya. You from the hood, I hope ya. You want beef, hope ya. And when I see you, I'ma take what I want, so you try to front, hope ya. You ain't real, hope ya. Yo, I'm the N, the A to the S.